Hvernig var sótkvíin? Sótkvíin var challenge, sko. Já, ekki. Við vorum, sko, komum úr 5 vikna heimaskóla í Danmörku sem við vorum í rauninni bara heima fyrir. Það var nokkuð þægilegt, sínu húsi, sitt og út og allt það. En svo kom sótkvíin, hún var alveg bara miklu erfiðar en þú vona vegna þess að við vorum ekki heim í okkur. Við fengum húsið tengdó til að vera það, sko. Minna dót og svo var litla eldri okkur í gifsi, þannig að það var svona challenge líka, sko, að halda allir við, það var, veist, það slapp samt og glaðari fyrir vikið að koma út, sko. Já, ég tók nefnilega líka, hitti Guðjón valið mitt, við vorum að fljúga frá París á sama tíma og þá var nýbúið að setja Frakkland sem áhættuland, þannig að við vorum í sömu vélina á leiðinni heim og þá var að taka sótkví, sko. Þannig að en það er kannski að því ég tók hann á undan þér, þá var COVID svona í hávarkið og var eiginlega bara annað hver maður í sótkví og þá var svona einhvern veginn, þá róast hausinn í manni, sko. Þá er þetta auðveldara, sko. En það var alltaf hættilegt sem kemur út í einhvern veginn, sko, bara þú veist, bara svona frjáls einhvern veginn bara loksins, það bara allt einhvern veginn bara plana svolítið mikið, það var svona, bara svona uppsveifla og... En hvernig var stemningin úti, af því að við erum að upplifa COVID-ið svolítið svona á svona íslenskum forsendum, hvernig var stemningin úti, upplifðu það svipað og hér eða? Nei, ekki, sko, mér varst miklu meira hræðsla í Danmörku, sko. Það var svona úti að bara svona, þetta alltaf leið og greind smit og svo lítið fyrst, þú veist, og þau vissu bara allir að það væri ekki bara ranga tölur, skilur, það var bara ekki búið að skima fyrir þessu og bara ekki komur upplýsingar smitin, sko. Og svo kemur allir svona sleggjan, þá byrjar að panika, skilur, allt kerfið, sko. Þá bara blaðmendur, það bara stóð skref bara og allt stoppaði einhvern veginn og miklu meira svona þingri neikvæðan umræða, sko, heldur en heima, sko. Já. Og það var bara svona, og allir fronturinn á batterinu var bara svo þungur, sko. Meðan hérna var þetta svona þinn samstaðan og var meira það, sko. Já. En fyrst var þetta bara svona, maður leið bara, fuck, einhvern veginn feelingur yfir öllum, sko. Já. Og svo kemur það átt að við erum að stressa fólkina, nú þurfum að vera, þú maður sáma, þá fór ég meira í leikrið, sko, bara, þetta er frábært og þetta er alltaf lægi og við erum bara, og þannig að maður fann alveg fyrir svona, hvað þurfti ekki harðar aðgerið hratt og svona einhvern veginn bara voru ekki alveg með kontról, sko. Man leið svolítið að þetta væri svona ekkert kontról á þessu, sko. Hvernig var þetta aftur í Danmörku, því að sko í Svíþjóð var náttúrulega ekki gert neitt, systir mín býr í París og þar var þetta alveg komið þangað að þú bara mátti bara fara kílómetra frá heimilinu. Hvað var? Í rauninni það sem gerist svona okkar trufla okkur, það sem var mest áhrif okkur, við vorum í skólanir. Þeir eru bara stoppaðir einhvern tíma, leikskólar og skólar og alveg bara, það var svona stæðsta skrefið, það gerði bara mjög hratt og það var fyrir óvænt, sko. Þannig að maður fekk aldrei eitthvað svona, morgun er eitthvað að hinda einn svona, það var bara, morgun er ekki skóli, skilur, það var bara þannig að það kom svona, þá er eitthvað, þá kom svona panikast á alla, sko. Þannig að, það er fínt að undirbúa börnin betur, sko, því ég held að börnin hafi við svona lent vest í því, sko. Þau var stelpan 7 ára, sko, hún var alltaf eitthvað svona, hún var að hjóla hjólinu sínu og datt næstu því. Og bara, eins og því datt ekki, þetta var spítalinn, það getur ekki COVID, sko. Skilur, hún var bara komin strax þangað, það var bara svona, wow, það bara, það þarf að fara rétt að leið að þessu hjá þeim og bara svona, það er mátt taka svona, lengja það fasa eins svona, frá því að vita að handla skólinn stöður stoppa eða hvernig það var, sko. Þú talaðir einmitt mikið um það í bókinni sem við skrifuðum saman þig, einmitt mikilvæg þess að tala rétt við börn og svona. Og ég átti svona moment út í París með stráknum minna systur minna sem er 12 ára, þar sem hann var orðinn bara rosa hræddur og ég þurfti að taka með honum bara, ég tók með honum bara langan eins og hálfstíma göngutúr þar sem ég var í raun og veru að reyna að segja við hann bara, þetta er í raun og veru bara fullorðið fólk til að panika, sko. Að því þessi krakkar eru náttúrulega nú klárir til að skilja hvað er að gerast og mér þótti rosa vænt að hann hringdi í mig, sko, 10 dögum seinna og sagði, ég þarf nú eiginlega að segja takk við því Sölvi, sko. Nú eiginlega bara gæinn sem lest með hætt að vera hræddur við COVID, sko. Ert þú búin að taka samtöl við elstu stelpuna þína Já, í rauninni, sko, bara, svolítið bara fara svolítið í gamla fólkið, eldra fólkið, það er meira, það er hræðslan, sko, þau fáið það áslis. Þannig að eins og með hana, þetta er bara eins og með allt hvað sem er umhverfismála, hvað sem er, sko, það má ekki þrumast öllu á þau bæði, alltaf prósessu upplýsingar öðruvísi, en líka bara þau finna svo mikið fyrir hræðslunni, sko, þau eru miklu næmari fyrir bara panikastum heldur en við, sko, við þurfum að lesa, þá verðum við hrædd, sko, þau bara finna það að mamma og pappa er í þessu, miklu meira heldur nokkuð með við, sko, þannig að þau eru svo næm og við erum svona að vannmeta því í þessu, hvað þau eru að klára, hvað þau vita mikið, sko, skilur, þó sem við ekki segja það, sko, þannig að maður er eitthvað svona allt sem meira því að 7 ára krakki er bara, hann er heldur klár, sko. Já, það er svoleiðis. Ég ætla að ræða svolítið við það, því að síðan að bókin kom út, að þá er svona ákveðið framhaldsferli farið að stað hjá þér, sem er bara núna
bara á fullu svingi. Já, í rauninni, sem gerist eftir bókina, í rauninni, bókin var fyrir mér lokagurinn kafla, hélt ég fyrst, sko, en nú var henni bara opnað allt annað kafla fyrir mér, sko, og þetta var í rauninni, þá fæ ég eftir bókina, þá fæ ég svona, ég held ég að tala á tímabili 3 mánuði var ég komið 300 skilaboð, bara í samfélagsmiðluna, frá foreldrum, krökkum og alls konar, þá fekk ég bara svolítið vandamálin, bara svona beint í æð og sá bara hver staðan var, sko, á krökkum sem að hafa slæmt, foreldrar sem að líða illa með börnunum sínum og eins bara fullur af fólk líka, sko. Þannig að þá svona fekk ég vandamálin í fangið og átta mig alveg á hversu stór vandamálin eru, skilur í samfélaginu, sko, og máttamiðlarna og allskris þeim efnum, sko. Og fer þá í rauninni að hella mér út í það að geta farið að hjálpa öðrum, því ég í rauninni kem heim til Íslands núna í sumar, kem heim með atvinnumennsku eftir 11 ár, út af fjölskyldunni, út af mínum börnum, en líka út af hinum krökkunum. Því að ég hef alltaf verið með plann að verða fyrirmynd fyrir aðra krakka og ég held ég sé ennþá nokkuð relevant sem íþróttamaður og ætla að spila ykkur 10 ára viðbót. Þannig að það er líka tíminn fyrir mér núna til þess að láta gott um mig leiða og hjálpa þeim sem að geta svona leitað í kannski mína sögu líka, sko. Því það er hans sem margir sem getur tengt við eitthvað sem ég hef að segja og það smá útútur, ætlar að spila í 10 ára viðbót? Já, það er planið. Það var skrokkurinn heldur, sko. Þannig að það hvernig ætlar að gera það? Með öndunaræfingarnar og mataræðið og... Já, það er svolítið það, sko. Bara svona sjálfbærnin og vera svolítið bara svona, meðvitaður skrokkin, sko. Og það er svolítið sem ég er að fara með inn í skólana, er að bara gera krakkana meðvitaður allt, meðvitaður sjálfa sig og meðvitaður bara hvort sem það er öndun eða bara hvernig ég líður, skilur. Það er fatti hvernig ég líður, sko. Svo margir sem kvíða, bara veit ekki sem kvíða. Ég bara fatta það ekki, skilur. Halda bara sér normið og þannig að þetta er svona, ég er basically að fara með verkefni sem ég er að fara að stað með inn í skólan heitir vopnabúrið, það gefa ákveðis mynd á því, ég er bara basically að gefa þeim vopn sem að ég þurfti að halda þessum aldri, skilur bara, þú veist, hvað sem það sé mitt, þú veist, öndunaræfingar, hvað sem það sé, eitthvað sjálfstraust, leiðtogahæfni, þú veist, hvað sem það er, og bara svolítið að matreiða þau verkfæri, því að í rauninni, það er best að laga þakið með að sólinn skín, sko, ekki þegar það gríp inn í þegar allt er komið í vestiðin 35 ára á stórmótum með ofsakveðikast, sko. Það getur gripið bara fyrir og þetta er svolítið í rauninni líka bara svona, þú veist, þetta er ennlega bara forvörn, basically fyrst, sko. Bara svona, þú veist, að stoppa það af og þessin hefur verið umræðið með aldurshópin og það er svona þessi 9. bekkur sem ég bara alltaf fókusur á, sem er svona stig sem að svolítið týndur, sko, og það er ekki 8. bekk komin og það er ekki komin út úr skólanum og er svolítið svona að finna þið, sko, og hefur við þá líka ramman upp á 10. bekkinu að gera þess að svona áður en ég slepp út í lífið, skilur, þannig að svona mér finnst bara vanta ansi mikla meðvitund hjá þessum krökkum upp á margt að gera, sko. Hvernig er að tala við, við vorum að tala um það bara svona vanmeta krakka, hvernig er að tala við þennan aldurshóp hluti eins og kannski öndunaræfingar, hugleiðslu, þetta, nærð alveg til þeirra á þeirra leveli? Ég held að það sé það sem ég er góður í. Það er einnig, sko, það eru til miklu fróðari menn í öllu sem ég geri, skilur. En ég held bara mín nálgun hlutin að sé öðruvísi út af því ég hef upplifað svo margt og ég hef verið þessi krakki. Ég held ekki svo með, ef við tölum dæmi bara rétta hlutunum, ef við tölum meðvitund eða núvitund eða eitthvað, ef við segjum við krakka, þú er við mér núvitund, skilur, það er bara komið veggur strax, hann skilur ekki að segja og þá er það bara að missa því, skilur, en þannig ég útskriði fyrir úling og fyrst bara, hvað núvitund væri, þegar ég upplifði núvitund fyrst, þá var ég bara einhverju partíi, og ég var bara í partíi fyrir að pissa, og var að pissa í partíinu, og báði hann, þetta er geggja partíma, þetta er gaman þetta maður. Það fatti að það er komin út úr aðstæðanum, var ennþá inným og var svona að njóta augnablikksins. Það þurfti að koma aðeins frá því, sko. Það var svona þetta getur verið að núvitundastöf, sko. Já, ég skilji. Og þannig var kveikjan, þá fattar maður, ok, það er rauninni, svo krakka get ekki lesi í dag, skilur, það getur ekki lesi, gerum bókun lesi ekki, skilur. En fyrst þurfa að koma honum í ástand til þess að lesa, skilur, það getur öndunaræfing gert og koma honum í feelingin það, nú er hann bara komið í það ástand, hann getur lesið líklega, skilur. Þannig að svo er með, við förum út í önduna, það verður það bara tæki og það er uppbyrjun og öll, það bara, þú getur ekki, öndun er ekki allt, en hún affektar allt sem þú gerir, hvað sem það er mataræði, svefn, hvað sem það er, sko. Það er svolítið mikið með það heilanum núna, þessi öndun, sko. Öndun, já. Og það er svo galið því að, allt sem ég hef lært ykkur, hvort sem það er bakari, viðskiptafræðin, allt þess að íþróttaþjálfara gráður, handboltan alltaf, að ég sé uppgöt öndun fyrst núna erlega á síðust ára, ekki galið, sko. Já. Og verðinu fyrir að mennta mig í þessu, ég er búin að vera í felu með þetta, gamli góði skrýtningkallin, sko, vill ekki vera að tala um öndun einhvern veginn að fá vegginn og ég er búin að prósista sjálfur ná mér í öndunagráður og svona explora allan önduna heim, sko, og svo er núna bara, þetta verður að komast út, sko. Já. Og ég tel að tímpúturinn sé líka núna því að nú er svefn massa relevant, svefn er bara allt þetta svefn, sko, öndun er bara næsta
svona stóra þeng, sko. Algjörlega sammála. Og það bara, og það var komið bókunina, James Nestor sem heitir Breathe eða Hidden Art of Breath, heldur ég og þannig að hann zoomar líka flott upp, sko. Þannig að nú meina átt þess að ég bara, þetta effektar allt sem þú gerir, það bara, og það sem bara skólaverkinu mitt, sem við allt tala krakkana og þú tala við með að fara að sofa allir fóru að segja, fara að sofa og barnið ekki við sem að sofna, hættu nú, fara að sofa en það ekki kennt okkar að sofna bara, það ekki kennt og þú getur bara andast með svona, bara 4 sekundur inn og 6 sekundur út og slaka á kerfinu gefi heilunum þá eitthvað verkefni til þess að hugsa og bara glemma hugsa og saman sem með að einbeita sér, skólum, einbeitið er það bara pýra augun, hvernig gerir það þarf að kenna það, það er alltaf ykkur leiður bakveita, eins og með mataræði það verður að segja hvað kannski óholt síndum eða sjóholt eða hvernig það virkar, þannig að það er allt svona það er svolítið ferðilega mitt núna bara búa bara til meðutun hjá bæði krökkum og svo bara einstaklingum og fólki vanda bara meðutunni sjálfi En talandum til að útskýra þetta mitt með að því ég er búin að halda svolítið mikið að fyrirlestur með heilsu og þá er mitt til þess að láta fólk skilja hvað er að gerast, það er bara þetta við erum að anda flest farin að anda of grund og við erum flest farin að anda alltaf mikið í gegnum munn og þá bara svona hvernig heldur þú að heilin og taugakerfi skilji svona öndun ég er bara pína kerfið mitt í streitu og þú varst að segja mér að það er búið að gera stúdíur á því að við erum að anda miklu oftar per mínútu meðaltali heldur en við gerðum fyrir x löngum tíma síðan því er skoða bara gamla rannsóknir það þurfa ekki rannsóknir öndun það er bara að skoða rannsóknir lúnasjúkdóma alls konar drasl bara sem er verið að sem bara skoða öndun inn í því þetta er rannsókn frá 1929 það sem við talaðum að meðal öndunartími þar sem voru teknir fyrir, öndunartíðni voru 4,9 á mínútu, anda 4,9 mínútu. Núna 100 árum síðar, tæpum, þá ertu með verinu 15 cirka sem meðaldal. Þannig að þú ert með þrefalt meiri öndun, það bæður meðlega of anda alltaf og það er svona stóra vandamáli fyrir mér, út af streitunni, það er svo mikið streita og þá oföndu við og svo alls er þetta að finna, hvort er ekkið, bara svo með kvíða til þess. Það er mikið talað um kvíða allir með kvíða fyrir að anda svo grunnt og hefur stutt að anda mikið og svona, en er það kannski bara með kvíða út eða andaslis skilur, en að tegur kontroll á öndunni þá færi minni kvíðaenginni og það er leiðin út úr kvíðakasti, út af því þannig að hvar er, hvort er henni og hvort er ekki og það er erfitt í beit og sérstaklega þegar nýjar upplýsingar koma fram, það er alltaf læknisfræðin sem er ekki komin það langt, þannig að það tekur alltaf einhver 17 álíku að koma rannsókn inn í þeirra kerfi, en rauninni það er sem er svona verið að kanna svo mikið núna sem öndunartíðnina og stóra þóla koltvísýring allt fleira sem er svona alltaf að meira viðurkenningu, Hvað var það sem, að því þegar ég gáði út mína bók, þá fekk ég einmitt bara sturtu af skilabóðum og þá fekk ég svolítið svona beint í æð kulnun, streitu og bara hvað er að gerast hjá fullorðnu fólki á Íslandi. Þú ert svolítið að tala um foreldra og börn og unglinga. Hvað var það þegar þú segist það að fengi þessi 300 skilabóð þarna fyrstu 3 mánuðina? Þá færðu ákveðna innsýn inn í ákveðna hluti sem eru kannski ekkert endilega upp á yfirborðinu. Hvað var svona, ef þú segðir bara svona, hver er kjarnin í skilabóðinu sem þú varst að fá? Bara vanlíðan, Það er bara, og rosalega breytt svið, og allt bara frá sjálfsvíks hugsunum bara alveg niðri, bara mér í þannig, skilur, það er bara alltaf milli. En rauninni, rosa mikil vanlíðan sem að ég fekk bara beint í æð, og rauninni, og vanlíðan oft bara, sem við erum til þess foreldrar, voru að tala um, barnið mitt er ómögulegt og svona, að þá rauninni spurði ég miklu minni út í barnið og spurði út í það. Hvernig er þú? Er þetta ekki erfitt? Og þá er henni koma sömu enginn alltaf fram, Akkurat. Þannig að það var svona mér tekur þetta foreldrarna, því þeir eru, ekki vandamáli, en við erum að horfa inn á það líka, sem er barnið mitt, sem stelpur í mínu 7 ára, og við erum fyrir mér saman í kvíðan, strax og ég er henni, hún er með svona ykkur kvíða, svona bara með kvíða og svona svipur svo ég, svona kvíðabát, og er henni var alltaf að segja, þetta er kvíði og segja henni alltaf, hún bara veggur, skilur, en svo er ég sagði henni ég væri með kvíða og mér líðist illa, og þá bara svona, þá opnast eitthvað samtali milli okkar og svo er henni fatta í það, þegar ég dílaði við kvíða minn, að þá hvarf hann í henni, skilur, þannig að þau eru bara eitthvað besta speil minn, þannig að allt sem þú gerir er bara effekta börni, það kemur næmnin og allt inn, þau bara eru elda fyrirmyndina, Þau eru að pikka upp alls konar hluti frá okkur, og það er bara sæðið sem ég líka, minna hvað að segja meira hvað að gera, og maður fattar ekki hversu mikið maður er að gera ómeð þetta, skilur, bara að vera stressaður heima á æsing, þá getur börnin bara
í jógastellingu og slaka á, sko, þetta fylgir alltaf bara með, sko. Þannig ég var svona að finna þann flut alltaf hjá þessu fóreldurum, hvar get ég gripið inn og svona finna mín mörk og beina kökum fólki annað sem að illa statt og svona og var bara svolítið svona að þreja fyrir mér og skoða bara hvað get ég gert, hvernig get ég hjálpað, hvert mitt hlutverk í þessu öllu saman, sko, því að ég í samfélagsmiðlunni geta verið eitt versta í heiminum og svo þetta besta á sama tíma, sko. Þannig ég var svolítið líka bara að nota tíman í það að svona hjálpa öðrum og kvöldi fórust í það, bara svara alls konar skilabóðum, alls konar hætti og fann bara, fá þetta beint í æð og ég sagði líka með konuna, sko, hún bara, ég ekki mikið fyrir því, nei, ég raunin ekki, því ég fekk svo miklu orku út úr því að hjálpa og aðstofa, sjá bætingar og fólki hjálpa sér og líða betur, það svona gefið mér búst og orku, sko. En allt sem maður þarf það er sjálfur í fyrst seti og það er svolítið mér að gera núna, það er svona fram að skólaverkefninu og fram að öllu, það er svona bara fókusar líka á sjálfum mig og koma mér í einhvern veginn geggjangi í því að þú getur aldrei hjálpa fólki lengur en þú komið sjálfur, sko. Nei, mitt, og það er sem ég fyndið það því að svona eða fyndið, því hvort það fyndið Er ekki húmur öllu, það ekki? Jú, maður reyna að finna húmur öllu en svona því að ég meðvitað að reyna að byrja þess að þætti á mér þannig að þetta sé bara svona spjall en það eru nokkri búin að senda á mig, þú mættir nú alveg kynna viðmælandina þannig að fyrir þá sem er að hlusta og vita ekki að þá sem skrifaði ég svolítið svona, við skulum ekki kalla þetta ævisögu en bara svona bókina þig eða eitthvað kalla þetta ævisögu Uppgjörið mitt bara fínt, okay. Og það kom svolítið til út af því að þú hafði lesið bókina mína líka og við erum báðið svona kvíðakallar og það er í raun og veru svolítið sko þaðan sem að við allt þetta spjall sem við erum að taka núna er að koma að þú skrifar þessa bók og færið rosalega mikið af viðbröðum og ert enn að fá viðbröðu bókina Já, rosalega mikil, það er bara, þú veist, kemur þetta hljóðbókin kemur seinna út, þannig að það er svolítið líka koma í ferli líka, þannig ég er ennþá að fóra svo mikil viðbröð gagnvart því, en svona eins bara sem ég er svo ánægstu með er að fólk er að leita til mín með alveg alls konar hluti og mér finnst það gaman að geta það, þú veist, ég tel mig vera nokkuð fróðan í þessum málum, sko, og tel mig líka þekkja svo vel hver mín limit eru og hvað er mín svona takkmælingar líka, hvert getur beint fólki og hvað ég get hjálpaði með, sko, því að bara koma fólki í ákveð ástand til að díla við vandamáli eða fyrsta verki, sko. Já, ég fyndi, það er bara athyglisbrestur í beinni, sko, því ég sagði það fyndi og svo kom ég með þess og svo glemdi ég. Það sem ég ætlaði að segja, því þú varst að tala að koma sjálfur í stand, að ég nefnilega sjálfur mitt og það var það sem við komum svolítið mikið inn á í bókinni, við erum ofta að tala eitthvað vandamál sem voru einu sinni og það sem ég var svo fallegt við að þú sagði við mig var bara, ég vil bara að þetta komi út og ég er ekkert að segja að ég komin á einhvern endapunkt og það er einmitt eins og bara núna hér, ég er búin að skrifa heilsubók og svo er ég núna bara búin að vera að byrja podcast og gamli Sölvi kann alveg að fara í streitu og dót og ég er núna bara hérna á þriðja kaffibollanum og þá, en kosturum við þessa meðvitund er að þá finnum maður rosalega fljótt, herðu Sölvi minn, nú erum við þetta eftir tímabila sem þú þarft bara aðeins að fara að lúa sjálfum þér og svona ná sjálfum þér aðeins niður vegna þess að það er grunnurinn að öllu sem þú gerir, sko. Og það er sem er mér, sko, þú veist, að lendi í svona kulnun og streitu og bara svona algjör krassirni, þú veist, þú nærða að stoppa líklega fyrr af næst, skilur, áður og kemst svo langt, en svo er ég komið það stað í dag að þú veist, ég næstu farin að spá í hvað þessi virði, skilur, ég bara komið þangað, skilur, ef að ég er að hjálpa öðrum, skilur, hvar á ég að fæða sjálf á mig, skilur, ef ég get eitt öllum sólum við það að hjálpa öðrum og ég krassa, það bara krassa ég, skilur, ef það er fyrir fjölskylduna, ef ég er að hjálpa börnunum mínum, ég er að passa konuna, konuna ólétt og ég þarf að, nei, ekki gera þetta, ég gera þetta, ef ég er að taka, þannig kemur svo ómikil ábyrgð á mig og það kemur svolítið mín saga, ég þarf að taka ábyrgð á heimili og krakki, mjög ungur og það er kannski mitt vandamál, en ég er tilbúin að næstuði keyra mig aftur ef að það skilar öðrum 15 ára beindist það, sko. Þannig ef ég hjálpa einum og ég krassa, þá er ég á núlli, skilur en það var svolítið, en ég þarf svolítið að forðast þessa pælingu líka út af því að ég veit alveg að ef ég krassa, þá get ég ekki hjálpa lengur, sko. Nei. En ég þarf að finna hana balans fyrir því að geta hjálpa sjálfum mér, sko. En mér finnst þetta svona frábær punktur að þegar ég gáði bókina mín og fór að halda allar þessa fyrirlestra, þá fer ég í smá, og þetta er alveg svona smá erfitt fyrir mig að viðurkenna að vera eitthvað svona heilsukall með bók, þá fór ég í smá mínikrass, en ég sagði, sko, ég er búin að halda fyrirlestur hérna fyrir 7.000 manns, ég veit hvað ég er búin að hjálpa mörgum, það er bara þess virði þó ég þurfi núna að taka eitthvað smá tíma og aðeins að gaðra sjálfa mig aftur. Já, og það er þetta að maður setja sjálfins í fyrst seti, sko, og það er alveg rétt, en ég hef alltaf mig í öðru seti, fjölskyldan svona eitt, skilur, og svo reyni ég, en ég held líka bara með meðnum sjálfur að stoppa það af eins og mínikrass versus stórt krass, hún er alltaf bakka aftur út úr því, skilur, ef þú ert búin að fá tækjanum tólinn í hendur að stíla við það, sko. En sem mínu tilvikið þess að núna svolítið minn helsti kostur er skipulag, þannig ég er svolítið núna tók bara svona 8 vikna tímabil núna, þar sem ég svolítið bara undirbúa verkefni sem er að koma og er bara fókusar mig bara 100%, skilur, mig og fjölskylduna, halda bara allir góð, þar koma allir í svona gott stand í erinu, það snýst bara maður, þú
komin í geggja stand andlega og líkamlega, sko, hvort sem öndunarængar eða, ég er svona samstöru við aðeins og, Green Fit og Even Labs, komin í, form Osteo Strong og svona aðila sem eru svona, bara hjálpa mér að hámarka sjálfum mig, þannig ég sé bara geggjaður þegar ég mæti inn í kerfið, skólakerfið og get bara að hjálpa öðrum. Þannig ég þarf svolítið að vera að hugsa sjálfum mig núna, en rauninu byggi mitt líf svolítið upp á þessari forgangsröðun, sko. Og til rauninu, þegar ég bara minn dag, þá hann byggður þannig upp og ætla að hafa hann þannig í rauninni að það bara, fjölskylda nummer 1 sem byrja daginn, ég get bara hafa límit þannig, ég þurfi ekki að hlaupa út á mótana í vinnu, ég bara koma börnum á mótana með þeim, koma þeim í skóla, leikskóla og svo tekum við ég sem svona æfingtími minn sem ég, öndunarængar eða lifta eða mæta henni í Green Fit eða hvers sem það kem mér í góðan andlega stað og svo svona frá 11 og þá hvernig sækja börnin, þá ég að hugsa hinna og hinir eru bara, fólk sem í vandræðum, skólakerfið og allir sá pakki í rauninni og það eru svona hinir sem að ég svo kemur handboltinn í rauninni seinnipartinn kvöldin, sko. Þannig ég er svolítið að stíla þetta inn og búa til að skipa þetta þannig að það fungir alls saman, sko. Ég síðast þegar ég kem heim, ég er ár heima, þá er henni krassa ég bara og það er ofkýrið mér. Það eru af þeim ástæðum ég er ofvirkur, ég er að taka mér of mikið, segja aldrei nei, en líka út af því að ég var að klára bachelorritgerð mína, ég var að, vinna sem markastjóri, ég var að vinna var aðstofsframkvæmdastjóri hjá Vinakoti og ég var í alls konar verkefnum og svo eignast tvíbura, og þá fór svefnin og þá fór allt, þannig að bara það krassa ég bara. Þannig að það var bara svona, að nú maður svona aðeins reynslunum ríkari og getur svona skipulegt sér betur og svona, ég get svona unnið hann ég bara svona segi bara nei og nei og nei og vera með svona eiginlega not to do listan, sko, eiginlega svona stærri heldur en to do listan, sko. Það er stór challenge mitt, sko, ég er svona reyna að finna út, sko. Ég langar aðeins, ég ætla ekki að vera svona hjakkast of mikið í bókinni en að því að það eru svona þessi augnablik oft hjá fólki sem er eitthvað svona, ef við slettum turning point og þú lýsir því svolítið þarna í byrjuninni í bókinni þegar þú færið þetta kvíðakast á miðju HM. Hvað gerðist þá? Þú ert bara inn á hótelherbyggi? Já, en fyrsta vandamálið það, ég er einn í herbyggi, ég er búin að liðsfélag minn Guðjón Valur, herbergisfélag minn Guðjón Valur meiðist fyrir eftir mót, en ég tek það á mig að vera einn í herbyggi og að vera einn í herbyggi á stórmóti er eiginlega svolítið galið, því ég verði einhvern veginn einn með sjálfur í þínum hugsunum undir miklu álagi, bæði það álag handboltalega séð og allt það, eins bara álag að vera frá fjölskyldunni og svo kom bara einhvern tímbot sem ég bara sprakk og ég vissi ekkert á hverju, sko, fann bara einhvern kvíðakasturinni og vissi ekkert að vera með kvíðinu sem verið þá, sko, fyrir að fæ ofsakvíðakasturinni og svona alls konar svona galna rangkomundir, ég held að segja, veit bara þar að komast út og hún byrjar alltaf að rölda upp að lestast við Köln sem ég þekki nokkuð vel, en leið bara svo væri að vera hryðverk árs, ég bara vissum það, skilur með eitthvað rangkomundi sem var meikuð enga sens og ég var áttamæl á því tímbil, það var ruglað, sko, og svo labba ég lengra, kemur að stóra kirkjunni í Köln og bara brotna niður, bara gráta og bara veit ég aldrei á hverju, það fannst mér sem bara þetta er ekki eðlilegt, skilur, þá bara fór bara að skoða, já, ok, þetta er bara kvíði og þetta er ofsakvíði og fyrsta ofsakvíðakast og þá er henni fer ég að kafa, þá fer ég að skrifa henni bara hvað er að gerast, ég var bara svo hissa fyrst, sko, það bara svona, ég var ekki þessi gæði sem bara brotnaði niður eitthvað, bara að koma svo ógeðslega óvænt utan aftan af mér, sko, en þá er það bara að ég fer að kafa og grafa honi ástæðun og ástæðun verið ég vissi ekki væri með kvíða, var ekki tegund handboltan, þá bara hendur kannski fram og ég er ekki stressað fyrir leiki og ekkert vesinn, skilur en svo er henni átt að máða þetta var kvíði gagvart föðurhlutverkinu og tryggir en þarna er henni mikið streita og svo er henni eitt barn heima sem er alveg veikt og við erum konið einu með 3 börn og einu veik og allt í volleiknum og ég get ekki gert og þá bara svona ég er umlega pabbi, ég er bara handbolta hérna og það fer bara að grauta mig í þessum hugsunum og þá er henni krassa ég, sko og þá er henni kveikna á allir punktu bara já og það átti mig svona, þá sumar alltaf upp saman og svo er henni fyrir að skrifa þetta og þar verður bókin til bara fyrst, sko, átti aldrei að vera bók það átti bara að vera eitthvað vörska sem ég bara skrifa mig frá hverju rugli sem ég var að díla við, sko það var svolítið skemmtilegt ferðlega því að ég var svona smá skeptískur fyrst þegar þú komst til mín, sko en þú, það er þessi ánæði með þess að þú er að orku í þér að þú eiginlega bara, þú samferðið mig bara að þetta yrði bara að koma út og þetta yrði bara að koma út hratt, sko og það er svona þess að hvatvísi líki því, sko en ég held að, þessi hvatvísi og þessi vilja og að gera þetta strax hefur alveg, ef við tek 10 svona hluti það funkar 8 af þeim, skilur fyrir vaskinn, þessar 8 funkur þeir voru geggjaðir, skilur og
ég framhaldi silver hárgel fyrir, 30 dósir á Íslandi, 35 dósir fyrir íslenska markað af hárgeli. Ef ég pælt ekki við svo að það gert það, var að búið til hárgel með vinnum mínum, það er bara, það aldrei mikið sens, sko. En ég hafði bara ekki tíma til þess að hugsa það, þannig að ég gerði það bara, svo var það bara geðveikt, Þannig að fullt af þessum gölnu hugmyndum sem maður hafði og sem eru skemmtilega svona, hvatist mér bara að hjálpa til og það er líka út í það kemur frá genuine stað, og ef það klikkar bara, ég var að minna, hvað sem var. Var það hvatvísið þegar þú fórst og baðstu mynd með LeBron og Kobe? Það er þeim að kenna, þeir voru að tala um Ísland þannig ég var svolítið... En mér finnst það svo geggjað, því við ræddum aðeins það, því fólk oft svona, sérstaklega á Íslandi einhvern veginn, maður má ekki vera of merkilegur einhvern veginn þegar eitthvað frægur. Ég var svo ánægður með því að þú segja þeim frá því, hvað gerist? Ég var 2008 ólympíuleikarnir, að þá ég bara svona ungur og feskur, skilur bara svolítið ómeðvitaður allt og svona, var geðvitt og sá bara, og í íþróttaheimi, ólympíuþorpinu, það alveg allir að taka myndir öllum einhvern veginn, en það samt svona vildi ekki alltaf stoppa alla, þetta er svona sumir gerir þetta ekki, sumir taki myndir, en mér var bara alveg sama, ég var bara að njóta momentsins og bara hafa gaman og maður taka mynd með þér og allt það, og svona minna hugsunarleysi og ekkert feimi við það, og þá henni þessi fræg heimsókn sem kom í húsið okkar, bandaríska körbáltalið, bara svona einhverju flakki og kíkja inn í húsið okkar og byrja ekki að tala við okkur og spurði ykkur út í Ísland og handbolta og bara gegga umræðu þeirra forsendum, við vorum ekkert að við vorum bara starfströkt og svo henni líkur heimsókninu, þeir eru alltaf í matatjald þeir voru ekki í ólympíuþorpinu, gistu ekki það fóru í matatjald og ég kortið sérna fyrir líka röltubutir og ætla bara að ná mér í eitthvað og þá eru Kobe og LeBron að sitja svona borði og LeBron kallar í mig segir bara og þeir voru eitthvað að spyrja meir út í Ísland og eitthvað svona, vildu vita eitthvað og meir út í handbolta og við sögum nú í þeir komið úr alltaf mæta leik en þá sést þeim niður og spjalla bara Ísland við LeBron og byrjum bara mynd með honum og sem var ekkert mála og stelpur satt með okkur á borðin sem tók myndina og langar sem mynd með Kobe líka satt mót okkur og fyrst það yfir og alltaf taka mynd með honum og hún sitjast hliðin á honum stelpun næri ekkert og góðri mynd á honum þannig að LeBron tekur síman af henni og segir bara this will be my first and only picture on the Olympics og tók mynd af mér og Kobe þannig ég ennþá að býja að senda mér mynd af því þegar LeBron taka mynd af mér og Kobe Já, þetta líklega, það ekki margir sem að hafa látið svona frægan mann taka mynd af sér Nei, og þetta var líka, hann hafði með stóra putta ég hefði sem mjög ágæmd bara kremja síma mér ég var bara svo unhuman stór þannig það var Það sem deitt sem ennþá stærri sem þú varst að hitta bara núna hvað, bara í gæra fyrir þetta? Já, Hafþór. Já, það er eitt stór maður. Það er eitt magnaður maður. Það er eitt magnaður íþróttamaður, Það er bara, mér geta sagt þessi sterkur og allt það, en maður er svo miklu meira bara sterkur, það er upp, því hann er bara, hann er með svo miklu íþróttagén í sér og bara fljótur að adapta nýjum hlutum og nú er alltaf að fara niður í vikt þess að fara að boxa, og margir, það er heimskulegt við sterkir kallar að boxa en gæin er bara, ég mætti að boxa einhver með honum fyrir tveimtu líka og hann er svo fljótur að adapta nýja hluti og hann er svo mikil íþróttamaður, það er bara galið Hann var náttúrulega í körfu í gamla daga Hann var í körfu, og svo er hann með bara íþrótt element og hann er liðu, skilur með í stærð og hann er bara hann er svolítið beyond, og alltaf mikið fyrirmynd fyrir mér, því ég er elst upp svolítið á Jón Pál tímanum og Jón Pál var mikið fyrirmynd og svona, rætunar eru svo sterkar í þjóðastolti, Jón Páll, hann tala svo mikið um Ísland og prestur Ísland og svo kemur landslið handbolta og Hafþór er bara að gera nákvæmlega sem hluti, hann er að presentera landið okkar og alltaf hann er að gera alltaf þessi hluti sem hann er að leika og alltaf dót, þetta er bara auðlýsing fyrir okkur og hafa svona auðlýsing, svona íþróttamann, svona kardi því þetta er induslega gæi, og maður kemst nær honum og síðustu missið það sem ég verið að vinna með honum og þá er bara gaman að segja frá því að hann er bara topp náungi og yndislega maður og Rúnar sem er æfingafélag eins og sem er tekunum löp fyrir hann er ekki síður Rúnar sem er tattúverið hann er svakalega sterkur maður Já, þetta er nefnilega tveir magnaðir náungar og Rúnar er svona gæði sem hefur fengið allt og litið svíðslu það er gæði sem er alveg hreint út með magnaðir líka þannig ég er svona og það er kannski fegurinn við að vera Íslendingur að þú hefur þetta fólk þessa atrumina, þetta færa fólk í öllum sviðum svo nálægtir og það er það sem fleitu okkur sem Íslendingur svo langtir að nálæga við, nálæga milli fótboltalandsliðs og handboltalandsliðs það geta tengt svo mikið við þetta fyrirmyndar sem það mér Hafþóri nefnir smá sögu því ég var alltaf sumrin við erum nokkrum ára síðan væri að fyrir alltaf sumrin að gera eitthvað annað tók handboltan bara út á sumrin eða
þau verið sumarfrí og gerði bara alltaf önnur sport, þá fyrir ég að æfa með Hafþór, ég leik sko, svona strongman-æfingum og þú veist, kíkti á Jón Viðar í Smjölni og fór í alls konar svona dót sko, bara til þess að halda mér í formi en að fá svona nýjar hugmyndir og svona prófin í sport og svona, og þá átti að maður því hvað allir viljir að hjálpa hver öðrum sko, Íslendingar, bara svona, þannig að það er svo mikil vilji hjá íþróttamönnum að prestra aðra íþróttamenn og læra af öðrum og eins og með Hafþór, hann drekkir allt í sig, allt nýtt og þess vegna hann bara bestur, þess vegna bara sterkstur í heimi. Það ekki að hann lyfti bara allt daginn, sko, það að hann að gera alls konar hluti sem hjálpa honum á öllum sviðum, sko. Þess vegna gaman að fara að tala öndum við hann, hann drekkt allt í sig, bara geðveikt og það var magna hvað, það geta allir lært eitthvað, en það ekki allir með þetta element að geta bara, heyrðu, ég veit ekki, mér langar að vita, það eru við íþróttamennir vondi, eitthvað bestir í að geta svona, kynkt egoinu smá tíma og bara ég til að læra þér og sért ekki jafn sterkur ég eða ekki nógu hraður ég hvað sem það sko. Talandi um einn mann sem að ég veit að þú lærði mikið af og mér langaði þess að tala bara handboltalansliða því ég spurði hann líka, hann er búin að koma við til minn, Ólafur Stefánsson og bara þetta bræðralag sem myndaðist hjá ykkur hlýtur að hafa verið svolítið sérstaklega eftir Ólympíuleikanum 2008. Já, þetta myndast svaka teng sko og þegar maður talar eins og 2008 leikana hvað sem það og ég á allir við svona fyrsta mót sem ég finn fyrir svona þessum bræðralagi henni 84 mótilinn og yngri sem sérst úlingalagsliðið. Við erum Evrópumeistarar 2003 og þá átti með sko að það vorum ekkert bestilið í heiminum sko en það var við vorum einhvern veginn Íslendingar og það var mikið bræðralag og það var svo mikið svona stemming að það fleyti manni svo langt. Og það svona sportið gerir eins og með, og tala bara þessi mögnuð af einhvers og lest eitthvað sem það það snýst þessu miklu meira en bara hæfileika. Það tala ekki tímsporti, að þá tala sko að þetta sem ekki kemistrían og tengingum milli leikmanna og rétt bland og allt það. Og það alltaf komið meira með ljósi hvað þessu mikilvægt og skoða bara þessu 2008 liðið og við Halldórs greindi þetta á sín tíma og hann skoða bara hvernig meikar þetta sens, svona þjóð, skilu þessu leveli, silfurmedalía. Og það bara skoða tölu bara, leikjafjöldi, hæð, þyngd og við erum bara alltaf bara einhvers þar í botninum, skilju. En svo fór hann taka saman nýja breytu, bara eins og high five og bros og læti og fögn og allt það, þá vorum við alltaf bara eftir. Og það bara það sem að skila okkur Íslendingum mörg af þessu sem við gerum vel, skilju. Það bara tilfinningin og passjónu sem við leggjum í það. Hún verður eitthvað alltaf falli, eins bara í ofkyslu, bara þetta svo gaman, svo auðvelt og bara svo æðaslegt og svo bara krössu við, skilju. En það er svo mikil orka í okkur. Og hvaðan kemur orka, skilur, þetta, við getum farið á ný, eldfjöllin, kemur þetta bara í jörðinni, eða þetta bara, eða eru bara, vikingar, skilur, sem þetta berjast fyrir sínu, þetta er verið nýtt leigja, hvað þetta er að leita, við getum farið sem margar áttum með það, en basically eru við bara eitt eðla orkumikil og myndum bara sterkt tengsl og erum bara, tilbúin að læra af öllum kringum, sko. Það kannski kostum við að búa á eyju 300.000 manns, en við þurfum bara að kíkja kringum okkur, þurfum að læra hvort öðru, sko. Að meðan eins og það búið í Þýskalandi sem allt bara eins kassalega verður og og spyrir þjóðirinn bara hvað þetta svona, bara, þetta alltaf verið svona. Það alltaf bara sama svarið, sko. En það svolítið mér langar að spyrja aðeins svona út í ákveðin smáatriði þarna í 2008 að því að ég gerir síðan bíómynd fótboltalandsliðið og þá upplifi ég, sko, þennan aðdraganda EM sem verður síðan bara að einhverju svona og ég var með þeim inn í klefunum þegar fagnaðarlætin voru og allt þetta. Hvernig var, sko, þegar það er eiginlega tvö svona svolítið atvik í Íslandssögunni með hóp íþróttalið, þar sem það er annars verið þið á Ólympíuleikunum 2008 og síðan fótboltalandsliðið núna 2016-18, þar sem að það var bara öll athygli þjóðarinnar á ykkur. Og það eru þarna, þegar þeir eru komnir bara eiginlega alla leið, bara í undanúrslitin, þá er bara forsetinn að fljúga, Bjöggi Tór kemur og það er alls konar, ég veit að Bjöggi Tór léti hafa, þú með sögu á honum. Já, og þetta einmitt eitthvað dæmið, það saminast allir, sko, kom allir, skilur, saman og og sem íþróttamaður, sem íslensku íþróttamaður, þá elst upp í þessu umhverfi, þú ert að horfa á, ég vakna 4 nóttum til að horfa á HMQ móta sem krakki, skilur, og við erum innvölu í þetta, þetta komið í genun okkar, þannig að þegar við mætum á stórmót, þá vitum við hvað skiptir miklu máli, skilur, og við finnum bara meðbyr og vitum á hann, þannig að það rist og djúpt í náum að kalla fram tilfinningar og læti, og svo bara þú veist, svo náum árangri, þá er allir með, sko, skilur, svo alltaf spurning hvernig þegar gengur illa, hvernig menn hoppa vagnum, en menn mæta klára aftur þegar gengur vel aftur, sko, þá myndast þessi sammenningartákn og fólk kemur og leiki, fólk kemur út á stórmótinu, það myndast, skilur, eins og með fótboltalandsliði, skilur, það er að koma, hálf þjóðin út á einhverju leiki, skilur, það er allir klárir í bátana, sko, skilur. Aðeins var í Peking, það kom ekkert margir, en Bjöggi Tór kom, flög til okkar hérna, og það var einmitt bara magna því að hann flögist í með almenningi, hann flög bara í, tók ekki neinar enga þóttur við sem það langaði bara að komast til okkar. Og það var líka svona fjölmjölu umræð þegar hann kom, sko,
en svo við rauninni eftir mót, þá bara, fögnuðu mér saman og hann og fórsetinn og það var svona bara, gott svona teiti og það var svona vesti, það var svona leðuvesti, það var svona mjög töff vesti sem að var með skjaldarmerkin aftan á, sem svona típist bara, þetta svo mikið íslenskt, þá bara, það var ríst á skjaldarmerki sem bara eins og tattúð á Aron Einari, bara nákvæmlega eins og það núna, bara allt baki og og hann í þessu vesti og mér varst það bara geðvitt, bara flott vesti og þá kom hann bara, og gaf mér það. En ég mátaði eitthvað, mann bara eiga það, svo þetta bara, byrja ykkur og tók bara þennan pakka, Og kona sagði að lesi, ég vist líka greinu mig, í fréttablaðan sem byrtist, vitalega mömmu og svona. Þannig að ég bara gefist það vestu á það ennþá og bara, og þá var þetta eitthvað, hann sagði með þessu söguna baka, það var hann að segja, það kom held ég beint frá Bandaríkjunum til Peking, og hann var einhverju mótorhjólaflakki, veit ekki hvort það verið með Beckham, en hann var alltaf með mótorhjólaflakki og það var einhver í vesti frá Boston, svona special made, þá leta hann gera í baki að svona íslensk skjaldarmerki, og þannig að tala einn okkar stærsta viðskiptamann allra tíma og samt eftir með rætuna, hann einhverju bandarískri einhverju mótorhjólaferð og með íslensk skjaldarmerki bakinu. Það segir bara allt okkur Íslendinga, við vitum alltaf hvað rætuna liggja og við erum alltaf með í blóðinu að við stundum saman og það bara eins og með, hvað sem í viðskiptalífinu, hvað sem í COVID, það bara, þeir reynir á, þegar þarf að halda, það eru við helviti þétt saman, Mundur vera sammála mér, því það var mjög mikið talað með fótboltalandslið, þetta bara, hvernig getur þetta gerst, og þá var verið að tala hluti sem klárlega skiptir máli, innanhúsallirnar, Lars Lagerbäck, gullkynslóðin og eitthvað svona. Ég myndi alltaf segja eftir að hafa verið með þeim stærsti faktorinn, ég hugsaði svo oft þegar ég var á hótelunum með þeim inn í búningsklefanum alltaf, ég sagði bara, ef ég væri núna að gera nákvæmlega sömu hluti að mynda portugalska landsliðið eða ítalska landsliðið, ég gef mér það er ekki næstu því að mikil stemning, það er ekki næstu því að mikil eining í hópnum, það eru komnir eitthvað svona prímadonnur og eitthvað svona dót. Ég hugsaði bara, þeir voru allir svo mikil vinir og þeir voru svo mikið í þessu saman og þeim fannst landsliðið merkilegur en félagsliðin sín. Algjörlega, og það eru gildin, hvaðan kemur, og þar setjum ég líka stóð spurningum við eitt sem ég nefndi sem alltaf tekið fram, kratthallinnar. Ég vil meðan það sé að vinna mót okkur þegar kemur þessu. Já, ég skil hvert fara. Og ég bara horfður allir tökum maður besta með sem nefndi hann Aron Einar. Knatthöllin bjargaði ekki Aron Einar og hann gerði ekki Aron Einar það sem hann í dag. Nei, einmitt. Ég er ofta að stíða með hann kunni ekki að sparki bolta, hann er bara öxlóka, sem þetta grín, en hann er vörkar, hann er með vinnu eða ávið, ég veit ekki hvað, hann er... Það er bara, Aron Einar, það er bara eitt eintak sem að landsliðið bara á ekki eftir að geta replaceað. Nei, og það er með sammenningatákn og hann er svona, hann er langt fyrir bestur í fótbolta, samt er hann bara, hann er aðalgæinn, og það er bara til hann elst upp, á Akureyri og litlu stað, og hann, við erum allir með sem vorum sem aldrei, bara við vitum hvernig það er að rennitekla á malavelli, það ristir miklu dýpara í helnaðar og það er geðveikt, með svona, þetta var geðveikt, við eftir bara, knatthöllin, skila þessu, þannig ég er alltaf að kolla búlsitt á það, en það er allir ykkur sem ekki sammálaði, en ég held bara að sagan okkar, hversu eins spilir bara miklu stærri rullu þessu gæi og bara þennan hóp til þessi fótboltalandslið, ég þekki nú flest af þeim, gegnum bara annað heldur en íþrótturnar, þeir hafa allir eitthvað sögu, þeir ristar alltaf eitthvað dýpa, þeir hafa eitthvað power sem er beyond knatthallir, eða eitthvað uppeldis aðferðir í fótbolta innanfótar og utanfótar, þeir ristar miklu dýpar og þeir sem hafa náð lengst eða í öllu, þeir hafa eitthvað stóra sterkar sögu að segja, þeir reynir á það ertu með það í bakbókum bara þetta er ekki að vera skemma neitt fyrir mig ég er búin að upplega þetta og ég er að fara talandum að rennitekla malavelli og svona þú ert oft reitt svona moment þar sem ég talandum eitthvað svona crazy þegar það er kastað í andlitu þér og hvað leiku var það? Var kastað ítrekkað í andlitu? Já, þetta var barinn móti barinn, það mætti skrattin ömmusinni, sem ég sagði það sem að blóðheit þjóð mætti ykkur brjáluðum íslendiskum geðsvíklingi markinu það var ég fæði semst fyrsta skot í hausinn og sem að hún gerist oft og ég fó bara augraðum og bara djöflast í síðum og þá bara blóðið þjóð og þá bara gerður í því í leiknum bara 3 hausinu og fekk mitt 4. skotið í andlið, svona 4. fasta skotið í andlið í leiknum svona rétt undir lokin og þá bara þegar lendir í svona áriti, þú ferð svona höggskilur og svona þá bara spurning brestu við, annað þá bara tventum velja. Það var annarkot bara að
hlaupa eftir að berja hann, skilur, eða bara snúa sér bara í andstæði sína, sko, sem ég eiginlega gerði óvart, sko, ég fór bara að dansa, ég dansi ekki skemmtist það, sko, skilur, þannig fór bara eitthvað bara geðþæring, skilur, það bara, og þá kom eitthvað svona dans sem að fólk var að herma eftir, þetta fór mjög væral viðbröð mín við þessu, sko, en það er bara því að hvernig það bregðast við þegar það fara fjórða skoti í hausinn á stundum tíma, sko, þannig að það var svona, en þetta er eitthvað fyrirbæri sem ég hef má ekki segja en furðu gaman að, sko, að fá boltan í hausinn, því þetta er eitthvað svona, það gefur maður eitthvað svona ekstra, sko, það var svona verðið svona pirraður og notar orkan kannski bara í því að og margir ég með búið þetta bara til hjá sér, búið að tala Jordan til mig, sko, hann bara bjóð til eitthvað í hausnum á sér, sko, bara ég það bara, þessi gæði sagði verið fá því, þá var ekki svona sagt það, skilur, bara til þess að búið til motivation þess að rústum, skilur. Ég er ekki bara að horfa á það, sko. Ég er ekki bara að horfa mikið á sjónvarp síðustu vikur og mánuði. Rosalegt dót, sko. Það er ég er með viðtalið við Kára, sko. En ég verði að fara að taka það, sko. Kárin er mikið búin að tala um þetta upp að síkast að maður þarf að kíkja á það, sko. Kára ætlar að hjálpa þig að fara í skóluna? Já, þetta er eiginlega, sko, hann verður svolítið mín vinstur hönd. Ég hef meina stelp með mér sem heitir Ragnar sem er svona mér vinstur hönd í þessu og hann er svona minn stuðningsaðili ísveldismann, sko. Hann er velferðarsjóð barna, er að koma að verkefninu, konan hans er með umsjónum með það, við því og þetta verkefni mitt er búið að vera bígert alveg síðan 2011. Ég ætla að býja þetta að koma með það til þess að svona skipuleggja það og hvaða leið vil fara í þessu og svo var plan að byrja bara sumar og alltaf að fara að leita styrkjum í fyrirtækjum og alltaf að gera þetta bara svona, vilja ekki taka pening úr skólunum og alltaf bara fara í fyrirtæki og safna pening fyrir þessu og hvernig núna gera þetta fallega og flott, sko, og svo bara skellir COVID á og ég er svona, ég er kannski alveg tíminn til þess að fara að sníkja penning af fyrirtækjum, sko. Þannig ég ákveð bara svona, sendi mér þess að velferðarsjóði post sem var með svona ferli, styrktasjóði ferli sem bara styrkta bein í ferli og segi bara gleymið bara upp að henni, gleymið bara styrktum, skilur, og þið bara, setjið bara penningin annað og ég ætla bara að fara í eitt skóla og sína fram máttmenn megin og fara svo bara með þetta áfram til að efnahagslífið jafna sig og svona bara sína máttmenn megin og þá byrja ég kannski að fara inn í kerfi og fá auðra fyrir til þess að halda þessu áfram, sko. Og þá vil ég bara svona grípa þau inn í hjónum, sko, og segja bara nepp, bara þá þeirlega, sko, bara svona, og velferðarsjóðurinn bara tekur yfir og segja bara, við vitjum máttinu megin og þegar Valgerður og Kári Stefánsson hafa trúaður, þá gefur það ansi mikið búst, sko, eitthvað verkefni sem að þau hafa trú á og mikla fyrirmyndur og þannig að við erum þetta, að þau segja bara, kýlum á þetta, og þá bara, mikið búin að hitta þau upp að síðast og var heimtilega og spjallum þetta saman því að þá gefur manni svo mikla orku að sjá að svona fólk hefur trú á verkefni, að þá ekkert sem að stoppa mig núna. Það bara, nú ég komið stuðning frá ekki bara sjóði, heldur bara frá fólki sem hefur trú á þessu og þegar það komið ofan í mína þekkingu sem ég hef trú á, þá ekkert að stoppa það. Þannig að bara spurning hversu stórt þetta verkefni verður inn í kerfinu, sko, því það alveg, ég er með stórar hugmyndir og búin að funda með menntamálaráðherra, þannig ég kominlega alls í langt með þetta pælingar því þetta er miklu meira heldur en bara ég að bladra mína forsögu, sko, mína sögu. Þetta verður verkefni sem mér þykir mikilvægt á svo mörgu leyti fyrir krakkana til þess að geta bara díla við skólan og díla við lífi, sko. Því að það verið að þruma allt og miklu í og allt og hratt og það verið að gera að rangan hátt á mörgu leyti þó svo að skólakerfið sé frábært og sé verið að gera þess besta og þá bara allt umhverf þeirra bara nógeðslega erfið, sko. Við fáum fyrir sumafrí, fyrir COVID að fá niðurstöður PISA sem eru hræðilegar, getum ekki lesið út í gags og þú ert bara svona starffræði og bara rosa neikvæð, sko. Og svo skellir COVID á, þar glimti börnin svolítið, sko. Það bara allir veikir, en börnin, þau vikast ekki mikið í þetta fór bara mild einkenni en hvað að gerast við það núna, skilur? Nú að fara að fá tölur í hendunar hvað áhrif þetta hefur á heimilislífið. Heimilisofbeldisstöffi að koma fram núna, eins og sálatættri barnanna líka koma fram, þungildur að auka, skilur, nú að fá enda kassarni tölur, enda meira, þannig að og þessi líka erum við að grípa bara núna inn í. Það bara, þess að segja bara, þannig að kemur ekki hvatvísin, bara virkni mín, nú allt sett í þetta. En þú þekkir, sko, því ég þekki Kára vel og þú ert búin að kynnast honum vel og þá hlýtur að geta sagt eins og ég það sem margir sjá ekki alveg Kára bara hvað hann langar mikið að hjálpa eins og bara þeim sem minna mega sín og sérstaklega börnum og svona rosalega bakvið hennan harða skjöldi, rosalega góðu gæi, sko. Þetta sko, alltaf Kári Stefánsson held ég einn magnast maður sem ég kynst og hann bara alvöru, hann bara, þessi mynd sem henn á hann fjölmjölum, alveg rétt, skilur, því hann segir það sem hann meina, skilur, hann ekkert að bullshita neitt, sko. Þetta fáum Íslendingu bara, hvað það Íslendingi valdastöðu, Íslendingi sem hefur áhrif, sem ekki að bullshita neitt, hann segir bara sem hann meinar, skilur,
kemur oft í koll og alltaf, en þessi gæi bara alvöru, skilur, hann bara, og það í öllum samskiptum við hann, hann bara segir sannleikann, skilur, hvort sem bara, heyrðu, þetta ekki, er þetta ekki flott eitthvað svona, og það segir bara jú, og núna það segir bara nei, þetta ekki lagi, við gerum þetta öðruvísi, skilur, og ég sem ég þakklátur fyrir að kynst honum því að bakveðina gæi svo stórt hjarta og svo mikill maður, sko, það maður hefur eitthvað að koma fram, en ég held að við hann rosalega, maður heldur ego hann sé svo stórt einhvern veginn, en það sem aðurinn að gera bak á tjöldin, það sem við vitum ekki, það sem ég veit núna, mikið af því sem bara með að kynast og þekkja, að það rosalegt, það eiga bara, ef allir myndi vita hans, hvað hann að gera til bara í COVID-inu, hvað hann að gera fyrir okkur aðeins að vera flagga í, sko, þá bara hann magnaður, hann bara því meira sem er kynnist honum og hans karakter og hann svona það svo kemur yin og yang á mótunum í konunum, sko, þá það bara, þetta fólk sem að, ég veit ekki hvað Ísland væri án þeirra, sko, þannig að við erum svolítið að, fyrir utan persinn sinn, þegar fólk hitti Kára Stefáns fyrsta skipti, að það alveg ástæða fyrir því að þú færð bara svona, heyrðu, þessi gæi eitthvað annað, sko, það bara því að hann með sögu og alveg rísa stórt fokkin hjarta, sko, það bara, sem við höfum flest með Íslendingar, en hann ekki að gera það neitt þess fyrir sjálfan sig, sko, hann að gera það fyrir alla aðra og taldum að setja annars í sjálfan sig í annarsettið, það ekki til, gæði sem að gera meira en það akkur núna heldur hann, sko. Rosalega langi dagar hjá hann, sko. Já, það bara galið, sko, og það bara, það þyrfti bara útlista það bara fyrir fólki, bara hvað maður er að leggja á sig, að fólk hefur okkur myndanum og það auðvelt að setja högg á hann, sko, bara því hann mikið leit í honum, sko. Ég held samt að langflestir elski Kára núna. Já, það ég held að sjá orðin lenskan, sko, og mennum átt að sjá hvað hann að gera fyrir alla, en hann er bara stór karakter og gæði sem að ég myndi taka með mér í stríð, sko. Það alveg klart, sko. Það verður gott að hafa hann þar maður. Annar maður sem myndir örugglega taka með þér í stríð, Ólafur Stefánsson, að því við vorum að tala með hans börnin og menntakerfið, hann svolítið harðorður menntakerfið og svona bara aðalnámskrána og ég veit að þú ert kannski ekki jafn svona harðorður hann, en þú veist, það þarf að laga hluti í menntakerfið. Jú, ástæðan verið ég ekki eins harðorður hann bara vegna þess að það alltaf að gerist besta. Við vitum bara ekki betur. Það stóra vandamáli. Við vitum ekki hver lausnin skilur. Sem reyndar það sama og hann sagði, sko. Akkurat, það sagði það, ok. Þannig það bara, þú veist, og þannig við erum bara alltaf að leita, sko, en að bara kafa onni gömul fræði líklega ekki lausnin. Það sem við erum að koma aftur núna. Þannig ég held að það sé alltaf, þú veist, Óli Stefi náttúrulega sérstakur karakter á svo mörgu leiti, sko, en ég held að það sé sem dræfið hans sé svo gott, þess vegna sé fólk svo mikið að meðteka þess vegna fólk svo mikið að elska fólk Óli Stefáns og alla aðra sem við erum að tala, sko, það því að skilabóðin svo góð og það kemur frá svo góðum stað, hann ekki að vera sjálfum sig, hann getur til fyrir aðra og hann þú veist, minn mentor á mörgu leiti og hann ég á nú, hann eitt af minni vitríkum, sko, skilur, ég á nú svona einn gæja, einn af því sem ég leita til þegar ég með eitthvað stórt, skilur, sem ég þarf að díla við eða þarf að ákveða, að þá hann einn af þeim guður sem ég bara verið heimsókn til og við fyrir bara til fjöru og spjöllum undir teppið það, sko, skilur. Þannig að það er gott að vera með hann gæi í pókundunum að þarf hann að halda því hann veit rosalega mikið, hans vandamáli gennum tíðan hefur verið að koma frá sér. Já, stundum einmitt. Það oft þannig, sko. En hann talandi með stórt hjarta, sko. Og ég veit hvað það sérstætt samband á milli ykkar, því hann kom til mín eftir ég var búin að skrifa bókina og það var mjög fallegt, hann kom til mín og sagði takk fyrir að skila þessu svona vel drengi minn. Ég var búin að finna á þér hvað er mikið bond á milli ykkar. Já, og líka, sko, hann með, sko, sem mikið vilji á hann, maður tala stórt hjarta og alltaf, og hvatvísuna og kannski hugst ekki allar leið og þar kemur, hann svo mikið Íslendingur líka og hann var fyrir landsliðs langa tíma og til dæmis bara á Ólympíuleikunum sem ekki galið því bara mundir þess núna sem tala Ísland og allir þessi gildi og svo hennan karakter því fyrir leikin þá var hann búin að taka með sér hraunmóla frá Íslandi, þeir taka með sér út á mótið og hann tekur fyrir leik þá ákveður hann að fyrir leik hittu svona hringur og hann spila saman árum hittum upp, sko þá tekur hann hraunmóla og eitthvað sjá þetta niður hraunið og bara rætunar og allir bara það er rétt, skilur, og ruglaði, skilur svo tekur hann lýsi og hellir lýsi yfir hraunmólan, skilur, bara svona það er svo íslenskt, sko, bara svona geggjað
en svo allt í hennu bara voru fullt af mönnum komið lýs á puttana og lýs á gólfinu og bara, við hugsaum þetta ekki alveg svona land, sko, en þetta var bara svo, þú veist, en þetta svona dræfið, það bara, þú veist, fyrir Ísland og fyrir okkur og bara svona sem lið og þetta var svona, að það allt sem að drepa niður, að við erum að gera þetta fyrir svo miklu starra heldur en okkar sjálf, sko, þannig að hann inn í skólakjörinu ekki verið sjálfum sig, sko, ekki upplifað sjálfum sig, hann að gera fyrir aðra. Og svo furðufuglinn Óli, sem svona mjög ábyrgð núna, með flottu húuna sína og allt það, sko, hann bara spread joy, sko. Við þurfum að áttuga því, hann bara, það að gleðja okkur, sko, skilur við. Það einmitt það sem svo áhugavert, sko, allir sem þekkja Óla, því nú svolítið fólki sem svona, skrítin og svo skrítin, skilur, en ef þú fyrir að skoða hvað hann að gera, þetta allt jákvætt. Allt jákvætt. Og svona, jú, það alveg, getur vel verið að hann sé skrítin eða einhverja mati, en hann aldrei gera þetta neikvætt. Nei, og fyrst sem að komum ábyrgandi fyrst þegar hann fór að englavangi, þess að það kom englavangi tímbili, það var hann í bæ bara, kom englavangi og ég bara alltaf, ég er lægjum Óla, hvað er með Óla, skilur. Og það bara kom englavangi, og ég svona, hann er sjokkur af fólk og ég tjekka alltaf á hann, skilur, sendum bara línu, þá bara, hvað mál með englavangina? Það bara, ég segi, lægi með því, hvað er lægi með engina? Hann bara, já, ég er mjög góður, bara þá veist að spread joy, sko, bara að dreifa gleði og skilur. Þá sagði ég bara leið, já, flott. Ég fyrst að ágjöra Óla Stef þegar hann er komin í gallabössur og pólóból, sko. Þá ætla ég fyrst að ágjöra hann, sko, með henni þessu og svo nú er hann komið svona fugl, síðast, sem hann blási, sem hann fuglahljóð og svona, og vera trufla fólk bara svona, nei, það er bara Óli Stef með fugl, skilur. Og það bara made my day, skilur. Það er alveg geggja fyrir alla upplöða, skilur. En hann er bara í geggjum tilgangi í þessu lífi, það er bara, þú veist, að svona lega fólk að njóta sín, sko. Hann kom með galdrahatt í viðtalið hérna í mér, sko. Ok, já. Ég var bara að keyra þarna og allt í hennu leið mér sem ég langaði að vera með galdrahattin. Já, þú veist, þannig hann er komin það langt í skrýtnakallanum, sko, og hann er alveg drull. Hún er með drull. Já, það er alveg mann, sko, og það er staðið sem maður þarf að finna hjá sjálfum sér, sko. Ég veit skilur, það er bara, maður skilur, imageið og, sem yfir með handbolta, það er ekkert mikið eftir imageið, skilur, máttu ég gera þetta, máttu ég klippa þér hárið, það bara, nei, ég klippa ekki á mér hárið, skilur, bara komin ykkur svona, svo klipptum hárið, það var öllum drullu saman, stjórnstæðar síðar, sko, skilur. Þannig að þú verður að byggja upp eitthvað svona hugsanir sem bara, þú verður að vera svona hinsegin, sko. Og hann er svolítið að brjóta það minnstur og ykkur finnst hann stór föðlugur, en þú veist, inn í endi að vera allir sem elskanir. Sko. Já, algjörlega, sko. Og það er líka alltaf þessi góða pæling, sko. Hvað finnst fólki þig? Fólki sem hefur séð eitthvað þig í fjölmiðlum? Það er eitt. Hvað finnst fólki þig sem þekkir þig? Það er annað, sko. Og ég held að það sé rosalega erfitt að þekkja Óla Stefánsson og þykja ekki vendum hann. Já, það er það, sko. En svo er líka svo með, þú veist, vera meðutur hann sjálf þessu og þetta dót, sko. Og þannig tala með þessu með samfélagsmiðlun og allt þetta. In the end, svo ég presnum við stelpurinn mín og svona með þetta með krakkarnir í skólum og svona, bottom line er að það er enginn að spá í þér. Það er alltaf upplýna sjálfum sér. Nákvæmlega. Að það er alltaf drullsamlega þú veist, sko. Skilur, þannig að ef það mætir í blikkubúksunum, skilur, þá horfður það í 3 sekúndur, svo erum við að gleyma því. Þeir eru fann að spæða hálfkvæmstunum sjálfum sér, það er alltaf svo mikið að spæða sjálfum sér að það er enginn spæði þér. Þannig að það er bottom line að taka sjálfum sér ekki alvarlega, sko. Og við reyna að vera bara, þú veist, að gleðja og hjálpa hvað sem það ert, sko. Og það er bara, þú veist, þessi gæja hvort sem það er, þú veist, Kári, Byggi Tór, Óli Stef, Aron Einar, það er allir í sama tilgangi, sko. Það er allir að gera þetta í rauninni fyrir alla aðeins sjálfur sig, sko. Svo kemur það heita, svo farðu kannski, þú veist, eins og með fjármagn, skilur, þú veist, að fjármagni gera verkum og getur sinnt á hvernig störfum, skilur. Það ég fengi ekki hjálp frá velferðs og barna til þess að koma verkefni að stað, það gæti ekki fjárvist tíma mínum í því, sko, skilur. Þannig að þetta er alltaf svona, þú veist, eins og með, ég er Ólaf Darra síðast af því, sko. Það er svo mikil fegur að bakvið þessar einstaklinga sem er af öllu hjarta að hjálpa öðrum að það skín bara í gegn. Þú feikar það ekkert, sko. Þannig að það sé alveg bottunarleikur Íslendingum að þeirra, við erum svo nátengd að þekkir alltaf eitthvað að maður var að gera þetta fyrir sjálfum sig, þá er maður fljótur að einhvern veginn falla bara í einhvern huglann pitt og þá verður líf bara erfitt, sko. Einmitt. Talandum að þú talaðir aðeins höfuðhöggin á hann og eitt af því sem ég veit að þeir langaði að tala og við töluðum svolítið í bókinni er að þú lendir í vandræði með líkamsstarfsemina meðal annars testosterónið og eitt af því sem þú valt að velta fyrir hvort að það gæti verið út af því að þú hefði fengið mörg höfuðhögg. Já, í rauninni testosterón það er bara hormónur skipt fyrirbæri, sko. Því hormónur sko, allt sem þú gerir hefur áhrif á hormónuna þína og hormónur hafa áhrif á allt sem þú gerir, sko. Þannig að fara að pinpointa hvað það er sem hefur áhrif á testosterón bara ógeðslega flókið ferli, sko. Rosalega. Og þú veist, ég veit bara núna að ég er með lág gildi
ég veit mér fekk þær upplýsingar við látt testurinn og þá byrja bara að kafa, hvaðan kemur það, ég veit það ekki í eistónum, ég vissi það væri upp í heilanum, bara því að það mælt hormón, testurinn og alltaf á frítesturinn og svo fara að skoða LH-hormónin og öll boðefnin úr heilanum sem senda fram með testurinn, þá átti mig að þetta væri tengt mér í heilanum og þá átti mig að geta verið höfuðverkin, geta verið heilaskaðin, geta verið höfuðáverkar, ég fengi 2000 skot í hausinn í handbolta, geta verið bólgur, geta verið streita, þetta geta verið svo ógeðslega margt. Og ég prófaði allt, það var bara fæðubótarefni og breyti mataræðinu og tók ashwagandha, tongat ali, makka, bara allt sem ég mögulega gat til að bústa testurinn naturally, og því að sem yrðumæður mátti ekki fara í testurinn upp, þannig að þó svo vanlega sé mikilvægt alltaf, þá máttu það bara ekki. Og það verður ekki, nema þó hann að sína fram á það fara ekki yfir limit, Þannig að ég bara svona að leiða einhvern árum bara til að fatta það stöff allt saman, Og það var besta leiði mín var öndun, Það var svolítið svona pointið okkur ég fór með öndun svona langt. Fyrst var öndun fyrir mér að ná heilsu. Og svo fór hún í raun út að vera sport-specific, að bæta mér sem íþróttamaður. Og svo fór ég áttum á hormónakerfinu, hvernig get ég influensað með öndunni, hvort sem hyperventilation eða anda rólega eða hvernig það Og það áttum að segja og skoða bara, hvað getur ég gert þess að bæta testurinn naturally, það bara fæða alls konar stöff, bara hittæfingar og þetta og það er ekki að summa upp á hverju, en oft þetta bara streita, hún oft bara stór partur af testosterón skorti, bara Ég ætla að spyrja þig, getur verið að í stuttumáli sé þetta þannig að það í raun og veru öfugt samband á milli kortisóls og testosteróns mjög oft, að sem sagt, ef kortisól orðið mjög hátt, þá ítir það testosterón yfirleitt svolítið niður. Akkurat. Þannig að þegar þú tala að öndun hafi haft áhrif á þér, ertu þá ekki aðalega að tala öndunaræfingar sem hjálpa þér inn í parasympatíska kerfið og þar með að lækka kortisólið? Jú, í rauninni, og í rauninni sem ég seti fyrir mér eiginlega svolítið á sama og ég seti þessu upp í streitu skala, og í rauninni, það sem stærsta vandamál mitt var, þegar ég var hvað leggstur í testosteróni, var að ég var svona sístreitu. Ég var segjum að streituskalinn sé 0-100, það væri kannski bara alltaf í 80. Ég fór aldrei upp í 90, fór aldrei upp í 100, ég var alltaf í 80, bara aldrei niður. Það sem að gerist þá bara sístum með bara ekki fungera, og þú passa að fara ekki erfið æfingu því að svo mikið streyti fann verið streitunni, en það sem ég fattaði með öndunaræfingunum að ég komur upp í bara 90% streituna, og niður í 20%. Og með því balansi, þá fékk ég bara balans á lífið, það er sem meðutn bara að geta anda sér á hver ástand, vera bara í því ástandi sem henta hverju sinni. Ekki vera í sístreitu ástandi þegar ég að sofa, ekki vera í slökun ástandi þegar ég á að vera vellinum því að það þarf í streituna, og finna þennan balans. Og það er ekki betra tóluldur en kontról því heldur en öndunaræfingar, og svo fór ég bara mjög djúpt með það, og því ég er svona geðu hvað það var það, þegar ég teki hvað sem svefni minn, þá teki bara 30 hluti sem að gera til að bæta svefniðin, bæti þeim bara öllum inn, bara 1 dag í einu, 30 dagir röð, og teka þessu út bara í 30 dagir röð í hinátuna, í sömu fylgina, þá sé ég bara, þetta áhrif, og þetta gera til að bæta svefnin, og tók bara þennan pakka á testosterónið líka. Og það er bara engin breyta sem að skipta einu máli fyrir mig nema öndunin. Og öndunin gera verkum að ég dílaði betur við streituna, það er streita, tvenns konar, það alltaf streita sér svo erfið og vera að losa við streitu og allt það var að losa við það, en það er bara ekki hægt nema upp að þessu marki. Þannig að lykilatriði mitt var að vera betri að díla við streituna og það var bara öndunin bara key, í öllu, og svo þurfti ég líka að læra það að ég gæti náð mér upp með hittæfingum með erfiðið til þess að koma mér ennþá dýpra og svo eru öndunin sem er ekstrím til að ná mér niður og svo bara Þegar þú segir að ná þér upp með hitt til þess að ná þér ennþá dýpra eftir æfingarnar. Eins og þegar ég var bara til dæmis með vefvíkhittinu mína, maður verkjaður njánum og vildi aldrei fara á erfiða æfingu út af því að hættum maður bara ekki komið að gefa sig njánum, ég leið bara svona hnýnum að vera að gefa sig. Þá sagði læknir minn, hann sagði bara, nei, þetta er bara trigger, þú myndi ekki slíta crossband þó að finni fyrir þessum verk, þetta er bara feikuverkur, þannig að þegar ég tók á því, þá fekk ég þetta verkið nýjan, en svo komst ég niður aftur. Þannig að þessi balans var svona, það átti að mest á þessum, svo öndun bara þetta ekstrím dæmi af þessu, hvernig við getur henni stjórna öndunni, bara svo út að hlaupa, að vera ekki ofanda, bara anda alltaf í takt, anda alltaf í takt við það sem ert að gera, og það er bara, okkar helsta, sem ég segi, ef við náum tökum að því, þá náum við tökum á streitunni. Ef þú anda bara mjög lítið, þegar þú þarft að anda lítið, þegar þú ert í slökun, þá ert bara að anda lítið með nefinu, þá ert ekki að ofanda er bara svo ofborða, það hefur ekki góður háði, en þú þarft að
að reyna þá ertu að anda í nákvæmlega því takt sem þú þarft að gera. Já. Þannig að þetta svolítið að finna hann balans að vera ekki á anda mikið og okkar lausn í dag að anda minna dagstaglega, sko, og það rauninni til þess að balansera koldvísýningin og súrefnið. Og það læra bara að þola hann og skilja hann, og með því segjum bara eins og að anda lítið, bara less is more, anda mjög lítið og finna fyrir svona lofthungri, að það ertu bara að kenna líka hann að þetta er lægi. Það er bara lægi að líða svona og svo adaptara því. Þá færist bara öndunartíðni neðar, skilur við. Eins og við tölum þessu öndunartíðni sem við byrjum á. 1929 er anda cirka 5 sinnum á mínútu. Í dag 15 sinnum á mínútu. Sem því það, ef þú ætlar að koma þér í 5 sinnum á mínútu, núna, að það kannski í geðvikarslökun og hugleiðslu og kemur þér í 5, þú veist bara hvernig tilfinningin er að vera í því zóni, líða þannig. Það áttur að því að fólki leið bara kannski svona fyrir 100 árum síðan. Og þess vegna var ekkert máli eiga 10 börn, sko. Bara þú varst bara alltaf í slökunarástandi, skilur. Það var ekkert mikið vest, það var engin streita inn í kerfinu, skilur. Og það er enginn að segja að það veri minni streita í umhverfinu, sko. Að fara á hestvagni eða að fara þanga og kaupa innskilur í búðinni sem að var, þú veist, streita var ekkert minni. Við vorum bara miklu nættækilegri við streitinu og það var miklu minna vesen, sko. Mér finnst áhugavert, sko, mamma mín er eina manneskjan sem ég þekki sem að bara, hún, notar eiginlega ekki internet, sko. Þannig að hún, svo snjallsíma, ég var eitthvað að kenna henni núna og bara sem getur hlusta á þættina mín og eitthvað. Og ég sé stundum í henni svona, mér finnst eins og ég fái svona glimps inn í heilastarfsemina hjá okkur öllum fyrir 30-40 árum, af því hún er ekki með hennan áunna athyglisbrest í gegnum símana og netið og allt þetta. Bara, hún man hluti sem bara væri ekki möguleiki fyrir mig að muna. Þú veist, bara sér eitthvað fugl og þá er hún bara að horfa á fuglinn í 4 mínútur og eitthvað svona, skilju. Og þú veist, þetta er búið að gera svo hægt og rólega að við tökum ekki eftir í hvað við erum orðin sósuð í þessu. Já, en ég mynda bara að segja það, þú ert bara þessum 5 andra mínútu sem er bara geðvitt og rólega undan og bara komin á stað bara eftir hugleiðslan og bara í geggjum bara geðvittslagur, vill ekki fara þaðan. Ég mynda að þetta er normið þitt, skilju, í sveitinni, bara ást þetta. Svo er kvöld líka búið, börnin fara að sofa, sest og pall og horfir í grasið. Í þessu ástandi, mögulega ferðu neðar en 5 andræðir, bara, þetta er bara eufória, þetta er bara geðvikt, þetta er bara normið. En við heldum við erum bara búin að breyta norminu. Og við erum státt, það er öndunum mitt leiðir inn, sko. Og streita er svo ógeðslega skrítið fyrirbæri, sko. Við tölum bara síma. Við tölum bara eins og fara með krakkana, skilur. Svo tölum við stórmót, handbolta, tengið síma við það. Þá er þetta sko, ef ég fer stórmót handbolta, þá eiginlega er ég ekkert síman. Ég vil hafa ekkert síman með mér. Ég vil ekkert mikið vera að skoða miðlana, ég tjekka inn á því svona öðru hverju og það bara, ég vil ekki bara halda þessum streyti völdum í burtu. Þannig að síminn er bara svolítið minna í notkun út af því ég fæ alls konar skilabóð sem ég þarf að svara og sem ég bara halda frá mér. Þannig ég bara svona, síminn er bara alltaf frá og þá losa ég við streituna. Ef ég ætla að segja við, tvítugan strák sem var að koma í landsliðið, síminn, hann bara streita. Ég tek hann bara af þér og tek símann af þessum gæja. Þá fyrst kemur streita í honum, sko. Þá er hann bara, fuck, ég er að missa Instagram, þá kemur þannig að taka honum með streita meðan það er ekki fyrir mig. Þannig að það er meðvutandi sem fólk þarf að átta sig á hvað er streita fyrir þig. Fyrir suma er Wim Hof bara geðvikt, sko, skilur. En fyrir suma er það hræðilegt, skilur. Það þarftu bara að spá í öðruvísöndun, það er bara að fara í róluröndun og hvað er það streitaskálunum og allt það. Þannig að þetta er bara, hvað er streita fyrir þig og vera meðvitaður það. Og meðvutundin kemur í gegnum öndun. Þú spottar það alltaf fyrst, bara, heyrðu, svo núna er ég skilur, ég fara í kvíðakasti eitthvað, þá bremsa ég bara af. Ég áttu bara því, nei, öndun er off. Ég þarf að núla öndun út, þá bremsa ég kvíðakastið mitt af. Í staðan verið að fara inn í kvíðakastið mitt og þurfa að myndgera kvíðan og setja hann á stól og þau með meiri göngutúr og eitthvað. Það er ekki lengur, nema mjög sjaldan þegar ég er undir miklu álagi. En rauninni, ég er bara að bremsa af þetta ástand þennan kvíða og koma mér í það ástand til þess að díla við hvort sem er bara fara að borða mat, skilur. Margir getur ekki meldt matinn sem bara til að borða, þú veist, bara í ástandi til ekki til þess að borða. Akkurat. Þannig að þetta er alltaf þessi meðvitund sem við erum svona öðlast og við erum öðlast held ég meira með betur öndun og með betur meðvitund það, sko. Og ég held að, með því að vera að koma núna inn að öndun að pakka og segja presentindina svona, það held ég að ég verði ekki skrýtningkallin lengi. En sérstaklega þegar eins og með íþróttafólkið, það er svo gali bara hvert klubbi sé ekki með öndun að þjálfara. Maður pælir hans í því hversu stór hlutur þetta er af öllu. Og svo verður að skoða að það er það ennþá svo NFL-nis. Það er alveg öndun, kótsum þar eru meðvitaður um öndun og miklu meirilir en það gerir sig ekki einn fyrir, sko. En þeir vilja ekki til að flagga þið, sko. Þetta er svo gott vopp fyrir það. Allir fara að gera það þá. Þetta er svo heyrðist í leikli í NFL að kótsum kallaði bara 6-8. Það held ég að vera kerfi, sko, 6-8 kerfið, skilur við. En þá það bara öndunartekni. Það kallar það 6-8, þá er það 6 sekúndur inn, haldið 2 sekúndur og 8 sekúndur út. Og þetta er bara svona fókusbreið
þetta bara andadóttul til að koma þeim úr því ástandi sem inn á vellinum þegar að hlusta á þjálfarna sín ástand. Og það akkur sem hann bara þetta snegsta til leiðin til þess. Já, þetta gerð hratt. Já, þetta gerð hratt. Þeir fá 2 stunda breathhold til þess að minka öndunina 8 sekundur út til að komast í meiri parasympatískerfið til þess að það er meðvitað til þess að hlusta. Skilur. Og þetta dreipur hvar sem niður, það spottar það, skilur. Og þess að Conor McGregor mikið mjög umræðan í öndunheiminu, sko, út af því hann svo lélegur anda, skilur. Hann andar bara munnum, hann alltaf bara hyperaktív og hann með þetta það, hann veit það. Og þess vegna veit hann bara, hann fara að klára barndagana strax. Ef hann gerir það ekki, þá gæst hann átt, skilur. Á meðan Gunni sem dæmi miklu rólir, sko. Gunni bara niður í, þannig að hann mjallar yfir lengur og þá mun hann slátur hann, sko. Það spilar öndunum stóran part, sko. Saman sem það þarf að vera bóksallimins. Hann þarf að vera með þetta öndunum sína að vera ekki í þessum gýr til að byrja með, skilur. Hann þarf að vera að vinna sig upp í þennan gýr sem hann eitthvað inni. Svo þarf að spotta kannski hinugæðum, hann að fara að anda svona, nú tíminn, skilur. Þannig að þetta allt svona next level stuff sem komið inn í íþróttaheimin líka og þegar íþróttaheiminu gerir eitthvað þá komast hinn með. Og eins og með munnteipikarnar sem hafa verið í umræðinu svolítið, sko. Ég búin að teipa munn á mér mjög langa tíma, hef ekki verið að flagga því ég veit bara að fólk ekki tilbúið í það, sko. Ralph Franklin gerði það, hann kom með það og þegar bara drull yfir sig fyrir árum síðan, sko. Og nú það bara, ég skil. Og nú komið það meiri upplýsingar, meiri, og ekki meiri upplýsingar bara, en fólk farið að taka móti, fólk farið að hlusta á það. Og þar kemur líka aftur, tölum sportið, munnteipikarnar, Somnifix er einn dæmi með svona teip líka sem segast fer inn í Shark Tank sem segast svona þáttur sem að frumkvöðlaþáttur kemur segast Mark Cuban sem segast stærsti fjárfestir bara í Bandaríkjunum og eigandi Dallas Mavericks körfuboltaliðsins. Hann segir bara Somnifix og hann bara ég klári þetta og hann að henda fullt af pening í þetta munnteipuna fyrirtæki út af því hann sér benefitsin í því hjá körfuboltaliðsinu bara clear fact, tölur, söfgæði og þegar svona gæi og svona klúbbur og svona umhverfi kemur með svona hardcore facts þá þetta að neita því, það ekki bara með, þú veist og svo bara, þú veist, ef þangar að þetta kemst inn í læknisfræðina, kemst inn í verið samþykkt tekur bara ógeðslega tíma en svona, þessi biohackerar eru til þess gerðir að koma með þessi upplýsingar aðeins fyrir og hjálpa þessum þeim eru vestaddir og þess vegna verða þessir skrýtnum kalla til, sko því þið bara fatta að þetta er svona því að ég veit það bara og því ég finn það þú verður bara þess vegna biohacking samfélag stærra, þú bara trakkar sjálfur, þú finnur breytingarnar og þá bara no-turning back, sko. Þá bara ferðu að ganga í svona skóm og þú ert bara, þú veist, valla botna á þessu skilu og fattar hverju þetta er og aðeins að flagga öllu, en svo fattar finnur það sjálfur, svo er öðrast meiri meðundum allt og það ferðu að finna fyrir bara, síkur í kjaftaði, skilur, en ég er ekki að segja að síkur í kjaftaði fyrir fólk sem er ekki tilbúið að hlusta á það. Einmitt. Þannig að það er að vera einhvern veginn á þeim forsendum að þú þarf að gera því skiljanlegan og fólk myndir bara ekki nefn vekk, skilur. Þannig ég einu svona drulla mínum út þegar það er relevant, sko. Gera sér notenda væna. Ef við erum að vorum að tala sko streitun á þann og testosterónið. Eitt sem ég veit ekki hvort að íslenska orðið sé sko reproductive kerfið eða svona getnaðarkerfið. Einmitt, það er í mjög mikill streitu þá eiginlega slöknar svolítið á því og þú talaður þess að sístreitu á þann. Nú er bara eitt af því sem að kannski þessar breytingar á hormónakerfinu og þér hafa haft í för með sér og nú er bara annað barn á leiðinni. Já, það er svolítið fegurinn í það sem ég get svolítið bakka þá ólut upp með öndunarhæfingum sem er svolítið galið, sko. Því sé eina breytan sem skipti með máli var öndunin, í testurinu. Því að skoða hardcore facts, þá sá ég bara það er stærsta breytan öndunin, hún hafði áhrif á testurinu og ég er búin að tvöfalda það með öndunarhæfingum á stundum tíma og ég er svolítið minn ferli núna að fara beyond that, sko, en sjá hvað þessu mikið ég get gert, skilur. Og svo koma þessi bara, þú veist, ég er í sjá grínfitt er ég bara í ákveðin þjálfun bara með, þú veist, skipala bara low intensity, high intensity og svona þannig æfingum, svo er ég mikið hitt brekkuspertum, skilur, og ég er svona samin að það allt sem er með réttur öndun partið það, svo fer ég í even laps, tek sér rauðaljósi, það er testurinn aukandi, skilur, teka allan tekslökunna og tek svo extreme power líka og osteostrókan, ég er svona að finna allan að balla til þess að bústa þetta sem hann upp og svo kemur sá tímpúndar að konum verður ólétt og þá bara svona áttum að sagða bara, já, þetta hefur allt áhrif og þá maður spáði um tíði, sko, við eigum 3 börn núna eftir 9 meðferðir svo kemur eitt bara óvænt, skilur og þá svona fengið þess að kúnatíminn með testurvandamál, sko, barningunum, sko, þannig að það er svona og það meikar alltaf sensum verður að spá í því, skilur, og fer að leita eftir sögurum og skoða akkur þetta svona og þá er mynd oft með foreldrar sem hafa farið í svona meðferð og svoleiðis
lenda svo í því að eignast barn seinna mér. Já. Og þá alls konar kenning og já, líka minn kann bara á þetta núna og þeir ekki að hugsa þetta og gerist það, en þú spáir ekki af hverju gerist það. Mögulega streitaðin minnkar mjög mikið við að hætta að spá þessu með því að vera ekki ofstreytt og erfara skilur og með því bara að vera slagur og þá kannski minnkar streitaðin. Þau komið barnið sem bara dreymum og bara lifa fyrir og bara nú komið þá var svona ég get slaka á það og þá bara streitaðin minnkar testurinn einfalt dæmi mikil einföldun en gott dæmi það skilur. Þetta var náttúrulega bara að guðskjöf sko og svona súmar svona fallega upp mína sögu sko, var þetta, því ég get talað það í öndunarægarnar og get sýnt fram það í blóðpröfum, því ég var í blóðpröfum alveg frá því ég krassaði og því að læknarnir sögðu bara, við þurfum bara með krabbameinsskoðun, það var bara allt, bara líða mér var þannig og töluna voru þannig að þau vilja bara tjekka á öllu, þannig ég var bara til eftirfylgni, ég gæti bara skoða breytum mína í blóðpröfum endalaust sko, og svo kemur til Íslands að þá fer inn í Greenfit og það sem þau bjóðu bara blóðpröfur, skilur í gegnum kerfið sko, þannig að þá fæ ég bara enda meiri effekt þess að vinna eftir og það mikið fegur að geta trakka þetta sjálfur, geta fylgst með öllu sem mann og geta bara verið ekki að bulla neitt skilur, þetta ég er ekki bara anda og eignast badd skilur, það hljómar alltaf crazy skilur, en það stór partur af afæslismann, hvort sem að öndun skapaða, hvort sem að öndun gera verkum að testin hækkaði, þetta allt saman eitthvað svona samspil og það erfitt að greina hvað hverju vandamann, eins og með kvíða skilur, hvað kvíði getur verið testurinn minkandi sem dæmi, það er ofundun, það er streitan álægið, þannig að allt samspil svo það og tekur djúst tíma að átta sig á þessu saman, sem ég held að heppi með ástæður í svona manískur í öllu þessum pakka, því ég er búin að atvinna mér í handbolta í 11 ár, ég er búin að hafa ágætis tíma til að byrja með, áður en börnin komið heiminn, hafði þér svo mikið tíma til þess að djöfla sig sjálfum mér og í næringuna og fór í alla pakkan og pældi ég geðið mikið í hreyfinguna næringu og menntaði mikið til máttum og þess vegna svo gaman að geta bara tala um tölur og sýnt árangur og þessum held ég ekki að þú getur ekki hjálpað öðrum lengur en þú komið sjálfur, þessum er að koma mér enda lengur öll saman sko, þannig að það og svona falleg saga að geta þetta og saman sem með öndunarlegin hjálpaður öll, eins og bara núna sem áttu þessi kannski á því, það var kött á því vitil smá tíma núna, ég komin núna í annað ástand, skilur, nú ég aðeins fann að meðan ég fór að pissa? Já, þá bara ég fattaði bara þegar þú fórst út að ég er búin að tala svo mikið og þegar ég var að tala um mikið og spennandi, bæði við, það er að tala mikið sem er að tala bara forstjórar og fyrirtæki og fyrirlestur alltaf, það tala mikið, anda mikið munnum þegar að tala og þá ekst hraðastundin. Einsberð þegar ég fara að tala um hvað mér skemmtilegt, þá fyrir allt yngur. Þá öndun líka off, skilur það svo mikið og svo bara svo gaman að aðeins verður byrjaði bara, skilur. Og þetta er þess að ástæðan verið því að fólk skil mikið viðtölum. Bara viðtöl eftir leiki, það bara skilur enginn hvað ég er að segja. Það bara því öndun mér off allan leikinn, skilur og aðeins hátt uppi og ég næ mér ekki niður. Ég kunni bara ekki aðferðir til þess að ná mig niður eftir leiki. Þannig að með öndunni allt í nýju ég var bara að vera skiljanlegri á dönsku heldur en íslensku bara í dönsku viðtölum ég er bara að læra bara að ná mig niður sko, skilur þannig að allar öndunni það hjálpa mér bara beint til leika og ég gera bara þetta en þá get ég bara að tala svona eins og ég gera núna bara koma mér í þetta ástand til þess að geta gert mér skiljanlegan. En talandi um leiki, 10 ár hvað ætlar að spila hér þá, 10 ár? Já, það er planið með sko. Ok, þú ætlar að toppa Gunnleif, fótboltamarkmann. Já, hann og mig vilt síkur maður. Taldu góða menn, þá er Gulli eitt af mínu betri sko. Það er nefnilega, mér langar að magnast að koma alltaf að gæja fram sko, því að Gulli sko, ég var að vinna með Gulla. Gulli alltaf, það var semst, við vorum vinna í Fagralindi saman á vellinum, gamla daga. Hann er alltaf markmaður Háká til margra ára og fór sér Breiðablik og en mikill vinur minn og mikill tengsl á sín tíma. Hann er dæmið svona gaur, já, það eru ekki margir svona gaurar til. Og talandi svona að vera peppari og hjálpa fólki og svona, þegar það gengur illa, þá eru 2 aðilar sem senda mér alltaf skilaboð, hann reytir það. Og það er svo mikilvægt að þegar það gengur illa, að þá skipta skilaboð máli. Þegar ég er að vinna silfurmedal á Ólympíuleikunum, eða ég ger eitthvað glóríur, skilur, eitthvað æðislegt eitthvað, þá skiptir peppið ekki svo miklu máli, skilur. Það fer það alveg inn, það er gott að vita af því, skilur, og maður má alltaf ekki taka á mikið, vill ekki þarf ekki hátt upp og það er jörðinni, skilur. En skilabóðin skiptir máli þegar það gengur illa, sko, skilur. Það er bara svo fá sem áttu sig á þessu, sko. Það er nóg til að klæftýrum, sko. Við þurfum minna þeim, sko. Við þurfum meira gaurum eins og Gulla sem er tilbúin þegar fólk er í vandræðum, þá er hann alltaf mættur. Hann er gaurur sem bara hjálpaði þegar það er mest á reynu, sko, skilur. Og hann er ekki gaurinn sem að, þegar við komum heim og höfum fálkórðu og eitthvað vesen, skilur, þá er hann ekki gaurinn stendur og Björgi, ég þekki þig, skilur. Hann er gaurinn sem segir, ég þekki þig, ég trúi að þú ert geggjaður, þó að það hafi klikkað í dag, skilur. Og það er þessa típur sem eru frábæra, sko. Og þetta eru fyrirmynda mínar í gegnum tíðina, sko. Manna satt eftir í mér eitt sem að þú lagðið alltaf áherslu á í bókinni. Þú sagðir
myndu að elska fólk mest þegar það minnskilið. Já. Mér finnst þetta algjörlega frábær skilabóð. Því að það er þá sem það mest að ég halda, sko. Einmitt. Og þar erum við komin í börnin svolítið, sko. Einmitt. Og þegar barnið er að öskrað og grenja, er ekki með vesen, sko. Þú veist, it's not giving you a hard time, it's having a hard time. Einmitt. Skilur, þessu er feelingunni, sko. Einmitt. Þannig að, þú veist, og þá einhvern veginn tökum við sem bara, þú veist, hættu þessu, eða eitthvað svona, og þú átta á þessu og svona, þú finna það bara, þú veist, og pæla hans í, það er einhver meira pirraði, skilur, það er veginn, akkur er hann að því, það er einhver ástæð fyrir því, það er allir einhvern veginn út af einhverju. Þannig að það er alveg svona valpunktur, ég hef svolítið lifað með þessari setningu, sko, þú veist, ef það er einhver, þú veist, begi fyrir þér og gefið puttan, sko, það er ekkit, þú veist, það er eitthvað að, hún líður eitthvað illa, þannig að, þú veist, ég ætla ekki að bæta hana það, sko, skilur. Þannig að þetta er gauður eins og gulli sem er bara, þú veist, það reynir á, það verður alltaf til staðar, sko. Og já, ég ætla að elta hann í með þessu, að vera svolítið gamall í bortunni, sko, og það er bara sömu ástæðan, sko, meðan skrokkurinn helst, akkur að hætta, sko, skilju. Hann er bara að hætta fyrir, sko, aðra, finnst mér, sko, því hann getur spilað auðvitað 4-5 rauð, sko, því hann bara veit að hann er geggjur fyrir mig, hann getur hjálpað hinn kýbörnum og hann er komin að bekkjun og svona, þú veist. En ég er ekki líka talandum að því þú ert búin að tala öndun, talandum þetta, því ég er svo upptekinn, ég er búin að vera svo upptekinn af bara alls konar hlutum öndun og hulleyslu og ég er svo upptekinn núna af, placebo, eða lyfleysu. Og sem er alveg ótrúlegt fyrirbæri. Það er bara sturta af rannsóknum, þú veist, 20.000 sem sýna það er bara hópur sem að heldur hann sig að fá lyf, tekur sykurpillu og fær bara 40-50% áhriflýfs. Hvað er að gerast? Bara heilin í þér er að búa til áhrifunarlífur. Ef íþróttamaður eru búin að selja sjálfur sér stanslaust, þetta er búið þeirri 34. Þetta er búið þeirri 34. Er það ekki rosalega aukna líkur og leðu þú fyrir að segja sjálf að ég ætla bara að vera hérna 10 ára yfirbót, þá ertu náttúrulega að láta heilan í þér senda líkamönnum ákveðin skilabóð, sko. Algjörlega, sko. En svo alltaf með það placebo-effekt er alveg gali, sko. Því ég er búin að skoða, ég sá eina rannsókn, ég var, sko, ég er búin að vitna í það svona 4 sinnum, held ég, í viðtölum eða eitthvað. Ég er alltaf að leita hann aftur í tíndinni. Þannig ég verð að fara, ef ykkur meðan með senda mér hana, ef það heyrtum þetta. Síðast það var maður, var rannsókn á kolvetnum, prótínum og fitu og var einhvern veginn meira næringardót, sko, fyrst, sem að breytti þessu yfir það, rannsóknir fótið það að kanna hvernig líkaminn tekur á móti þessu, eftir því hvernig ástandið þú ert í gagnvart matnum, sko. Og þá í rauninni var einn einstaklingur sem að var að borða kolvetni og hann var sagt að hann var að borða fitu og öll effektin. Og líkaminn, semst hann borðaði kolvetnin en hann var að melta eins og fitu. Og það var bara svona, hann var að breyta basically matnum, hvernig líkaminn vann hann út á því, og það bara svona, já, power of, bara, þú veist, á hausnum það bara er rosalega, sko. Ég kaupi þetta bara strax. Og svo er það sama gamlaltökan, nú komum við inn í hugleiðsluna og andlaþáttinn og, þú veist, mentalið og mjördamaður og pælið sem öndun og allt það. Við vitum bara ekki hvernig við gerum þetta. Og spyrðið einhvern þjálfar til mis, hversu mikið part spilar andlið þátturinn í hlutamanninu. Það er bara 90%. Ef hann ekki hlustum þá bara, ok, hversu mikið æfir hann? Það er bara 5%, skilur, þú veist, það kemur alltaf sama, en það verður við vitum í hvernig, við erum svona aðeins áttugur því, öndun er einlegin til þess, skilur, það vita allir, já, öndun er mikilvæg, og það mun koma bara, vákvæði mikilvægt með þess, en hversu mikið tími eður í það? Þú veist, það færði ekki áður, skilur, bara, þú veist, þetta er sem insanity, skilur, með geðvíkina, skilur, þú veist, geðvíkina er að gera saman hlutin aftur og búast við nýjum niðurstöðu, sko, skilur, þannig að þessi meðutund að alla beita öllu, þurfum að vita hvernig og við erum svolítið áttugur inn í okkar samtælagi, hvað er að, og þú þurfum bara að finna leiðandur út úr því, ein leiðinu öndun, skilur, og svo bara sem enn andla þátt og alltaf, það er þetta bara spurning að vera meðtækilegur og ég held að leiðin sé gegnum unga fólki okkar, það er ekki með neinar, einhvern veginn, litla fordóma með af okkur erum eldri og eldri, þannig að þau eru, þú veist, eins og Óli Stefán er að vinna í skóla með jókamótnana og ykkur skólur hérna vinna með hugleiðslu og jóka til mótnana og slis, þannig að það er bara, þú veist, þetta er leiðin inn líka til að búa til þess að meðutund og þannig við fyrir bara að fatta sjálf okkur svolítið, sko. Þannig að það er einni, og svo heldur maður með sér alltaf hreinu einhvern veginn og svo bara fattar maður að meði ekki neitt daginn eftir, sko, skilur. Það er slítið Tryggvi biohacker sem er föstu kall, hefur verið mjög áberandi, hann, sumar þetta heldur flottu fyrir mig, sko, því meira sem maður einhvern veginn veit og þykist vita, þá þarf bara heimskari, sko. Maður fer inn í eitthvað svona pakka eins og maður, ég las 2 bækur með öndum, bara held ég verið með allt á hreinu, sko. Ég veit þetta allt núna og svo lestu aðra 2 bækur og svo verða 2 námskeið og 4 námskeið og svo er þetta bara, fuck, hvað er þetta langt, hversu langt nær þetta, skilur, og það áttur að bara, ég veit ekki neitt, skilur, ég þarf að grafa alveg ógeðið þar að læra allt þetta, skilur, þannig að það er alveg, þú getur farið í hvaða,
hvaða grein sem og að alltaf kafað onni það, þess að geggjað á Íslandi svo mikið einstaklingum sem svo specific í þessum geirum öllum, skiljum, farin í svefn, ok, taktu bara svefn og mastera það, bara fyrir allir kringu því, skiljum, vertu bara full force og segðu bara öllum hvað, og þar kemur, skiljum, þá sem Erlubjörns, skiljum, hún bara fó bara dam, bara þrætti sér niður í það, bara veit allt þetta, og þá sem ekki valjú í henni fyrir samfélagið, skiljum. Og það sem ég búin að reyna að gera með þessu öndun, að fara bara djúpt og ekki vita sem mest til þess að geta tala það, því að fólk veit ekki neitt öndun. Og það bara ég og bara sjálf það bara eftir 5 bækur og 3 námskeið, þá vissi ég samt ekki neitt. Ég fatt ekki fyrir bara núna, ég bara váka, ég vissi lítið. Eins og bara besta dæmi öndun, og ranga bara svona mýtur, eins og hún stressaður eða kvíðin eða eitthvað, heyrðu, andaði djúpt maður, skilur, og þá bara, skilur, þetta vilt þú gerir. Þetta er þetta ofanda, þú ert að hella bensín og eldin og þú tekur ekki, sem að gaurinn bæðum að gera, að tekur djúpa andadrátt, tókst bara stóran, tókst bara andaði bara hingað og andaði mikið, skilur, djúpur andadrátt, bara dýpir að því bara andaði djúpt, andaði onni í magana, andaði onni í þindina, andaði onni, þar slökunarkerfi, það nefundin og maður fattar bara, já, að segja þetta andaði djúpt, en það veit ekki hvað því, það haldur bara að það stórt, það bara svo langt frá því. Þannig að með það bara að brjóta þessi einu mýtu, bara það fann, já, nú skilur hvað það meina, skilur. Og svo bara hvernig andar hann í magan, skilur, bara, þú fæðist með þetta element, þú öll bönn anda í magana sér, þú sé bara líka, þá anda bara í magana sér. Best væri ef að fólk að horfa, sko, það en svo... Já, þannig að þetta á að vera að gera þetta. Já, þetta bara svo töpuð þessu elementi og við byrjum að tapa því 5,5 ára gömul. Þá fyrir að færa okkur upp. Og nú rannsóknir að sína hvað ákveður færist það. Við erum farin að vera minna á gólfinu, farin að sitja meira, við erum farin að slökkva á þessu. Við erum farin að sitja meira í skólum, við erum farin í skólakerfið, minna standa, minna liggja, minna hreyfa okkur rétt, skilur, og búa til plássið. Svo líka var að tala núna útlitsstyrkanir, skilur, að það anda ofan í maga, þá færir bumbu, skilur, svona, þá ætlaði að halda þessu póstfjölu, sko, vera inn með magan, skilur, mér er ekki hægt að anda inn í magan þá, alls konar rannsóknum sína, okkur gerir þetta snemma hjá krökkum, skilur, og svo kemur streitan, svo kemur kvíðin og það andar upp grunnt, og svo kemur mataræðið, og þú færir kolvetni, það andar upp grunnt, púlsin fyrir upp, og það andar hraðar, skilur, að andar borða fitu, þá það meira settle og púlsin fyrir ekki sem ekki upp, þú ert hægt öndunina hægari. Junk food, skyndibitumatur, allt sem maukað, skilur, þú tyggur það ekki, það virkar ekki kerfi hér, það virkar ekki tennina, það virkar þá funkar bara ekki starfsemin í kjaftinum maður, það til dæmis hrönn hjá brosinu að mastera það, þú bara með krakkaðu, bara lögum kjálkan, tennundan mjög skakkar, út af því að munnundan krakki. Akkurat. Það er ekki, og það er ekki eitthvað svona, þú bara segja þetta sem öndunarkallingur, nei, að þú skoða beinagrindur. Þetta er James Nestor sem bók sem var komið til það fyrir í mænuna, sem bara sumar upp stóra öndunar heim, sko. Þar sýnir hann fram bara það, hann fyrir inn í bara fornleifa safneila, með svona vel falið, og er að skoða gamla beinagrindur. Og það er bara engin með skakka tennur. Og þetta bara gerist. Og það bara er engin með skakka tennur, bara þegar við erum að nota þær, og við erum að anda rétt. Við erum og anda rétt, þá er gott að tölum bara það, þannig að ég sé ekki hljómikið sem geðsjúklingur. Þegar ég anda í gegnum munnin, þá er tungan ekki með stuðning við tennunar. Ef ég loka munnum, það finna allir fyrir því að tungan fyrir upp í góm. Það sem gerist þá er að þá tennunar stuðning frá tungunni og þeir eru ekki farin til flakk. Og svo koma alls konar vandamál, svo þrengist gómur undir að hún færi ekki stuðning á tungunni og þá byrjar þetta að skekkjast og svo, framstæðat höfuð gera verkum að öndunarvegurinn er ekki alveg nógu góður, stífar axlir, þetta allt hefur áhrif á öndunina. En nú þurfum við að bakka bara ansi mörg ár skref til þess að átt okkur ável saman. Það er að gerast núna í þessum nýjustu rannsóknum, nýjustu bókum, það verður að sýna fram á því bara með tölum og bara með útlitsmyndum af beinagrindum, við erum eina dýr sem að anda munnum. Hundar gera það í smá tíma þegar þeir eru að kæla sig niður, en annars erum við eina dýrið, og sérlega kíkja ekki með dýr, það er engin dýr með skakka tennur. Það er bara til andlið með nefnum. Munnurinn er ekki til að anda með. En í sportinu, þá er það alveg smá debate, en það tala að nefundin sé relevant svona 50% af öllum íþróttamönnum. Munnundun er náttúrulega einmitt eitthvað fyrirbæri sem við eigum að geta átt og gripið til þegar við erum komin í átök. Já, nákvæmlega, og þá þarf þarft bara í mjög takmarkaðan tíma. Sko. En þeir sem erum ekki stundunast íþróttir eða með takmarka, nota bara nefið og svo þegar ég geta ekki, það er bara ég get ekki anda með nefið. Það er ég aldrei gert það. Nefið er til að anda með, munn til að borða með og hann er til að tala með.
því nú farið mikið ferðalag og bara hefur upplifað margt og svona, og því þú tala mikið börn og unglinga, hvað ráð myndir þú gefa segjum 15 ára Björgvini Páli ef þú hefðir alla reynsluna sem þú ert með núna? Sko, og fyrst kemur upp bara andaðu, skilur, en það þetta við glæðum þreyttur af því. Nei, ég held að væri bara átt að sjá því að allir eru einhvern veginn út af ykkur, sko. Þú veist, að sjá heiminn svolítið þannig. Þú veist, að sjá, ástand á mömmu var út af ykkur. Þú veist, ástand að ég fekk ekki þann tíma sem þurfti var út af ykkur. Þú veist, að fólk veitir mig að stöðning út af þetta var allt út af ykkur. Bökkum aðeins, þetta frábær setning. Allir eru einhvern veginn út af ykkur. Ég er nefnilega svo mikið sammála þessu. Af því við erum svo oft, sérstaklega þegar fólk að gera einhverja slæma hluti eða einhvern veginn öðruvísi sem við viljum að sé, að þá persónu gerum við það. Þetta er að því einstaklingurinn er með þennan karakter. Það fæðist ekki slæmur, sko. Þessin er sem svo Tolli bara að gera eitt fallegasta mót bara sem til sko, með sínu fangapælingu, sko. Og ég að tala við hann, við langar að komast inn í það, sko, því að það er einu staður sem að þurfum að hjálpa eitthvað mest, sko. Skilur, þetta er einstaklingar sem að, hafa, bæði vilt að braut, tekið alls konar ákvarðanir og, það er það snúma öllum til betri vega, sko. Skilur, ef við ætlum að vera ætlar að hjálpa fangum, skilur, þetta er svona maður, skilur, en akkur ekki, skilur. Við erum búin að tala fallega dálítið marga hérna, ég sem þætti, og Tolli er einmitt einn af þeim sem á það algjörlega skilið. Hann sem sagt er búin að vera að fara með hugleiðslu í fangelsin fleiri ár, og ég veit menn sem bara eru gjörbreyttir einstaklingar eftir að hafa kynst hugleiðslu í gegnum Tolla. Og þetta er bara, það er bara að fara rétt að þessu og rétt tól og talað líka rétt að mannin, skilur. Það er komið mann sem hlustar á, sko, skilur. Ég veit ekki hvað sem mikið fangar með hlusta mig, skilur, en ég er alltaf með tattoo og jú. Þarna kemur líka að finna sín svona markop, skilur, og sem er krakkarna, skilur. En ég held bara að það sé staður sem að til dæmis mikil hjálp og kerfið þarf að samþykja allt, skilur. Við þurfum bara að vera meðvitaðir það að fólk er ekkert út af öllu. Það er svolítið sem ég hef verið að lifa með í gegnum tíðina að, ef ykkur erfiður eitthvað, það er bara ekki, það gæti verið, það hefur komið bara nú vídeo daginn að ganga fjölmiðlunum, skilja sem að konan mati með sjúkrahús og læknirinn var bara eitthvað erfið, barnið var eitthvað mjög veikt og hann var ekki alveg í essinu sínu, hann var bara þungur okkur, sko. Og þá er það bara, hann misti barnið sitt fyrir viku síðan, sko. Læknirinn, skilju. Þú veist ekkert hvað er búið að gerast, skilju. Þú hefur ekki hugmynd, skilju. Þannig að vertu allavega, leyfðu manneskinu njóta vafans. Og ég held að sé enginn í heiminum sem ekki gera það best sem það getur, skilur. Frábær lokaorð. Æðislegt að fá þig. Takk sem leiðis.